Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í nýjasta þáttinn af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Ég vona að sumarið fari vel með ykkur, en mér langar allavega að byrja á því að þakka mínum diggu samstarfsaðilum sem eru Spíran, Heilsuhillan, Virkja og Geosilika. Á Spírunni færðu heiðarlegan og gómsætan mat sem einstaklega næringaríkur þar sem hann allur eldar frá grunni. Og ef þú vilt kynnast Spírunni aðeins betur, þá langar mig að hvetja til þess að hlusta á Heilsumóla 19 sem bara sagan og maðurinn á bakvið Spíruna. Þannig að kíkið endilega á það. Svo það Geosilika og ég ætla að hvetja ykkur til þess að nýta ykkur 15% afslátt með kóðanum Heilsuerla með stóru hái í netverslunum Geosilika. Og hvet ykkur einnig til þess að hlusta á fræðsluna kísil og fyrirtækið en það Heilsumóli númer 18. Síðan það Virkja sem markþjálfunarskóli og ég get persónlega bara ekki mælt meira með þessu námi. Þetta gaf mér svo svakalega mikið. Ég veit að það eru nokkur lausplás á næsta námskeið sem hefst 28. ágúst 2025. Og þú getur bókað frítt 20 minna kynningarspjall hjá Virkja ef þið langar að kynna þér þetta aðeins betur. Síðan það Heilsuhillan og heilsuvara júnímánaðar. Hjá Heilsuhillunni og Heilsuerlu Nutrileng. Það bæði til Nutrileng Gold og Nutrileng Active og síðan líka til gel sem hægt að bera á sig. En Nutrileng Gold hefur hjálpað þúsundum Íslendinga með liðeymsli. Og Nutrileng Active sömuleiðis svona ágætis bara smur efni fyrir liðina. Ef þú vilt kynnast vörunni betur, þá hvet ég þig til þess að hlusta á Heilsumólan Nutrileng. Og þeirra stuðningur ómetanlegur fyrir fólk eins og mig sem að deila efni sem að tekur tíma og orku. Þannig ég þeim ævinlega þakklátt, en ég líka svakalega þakklátt ykkur hlustandum. Fyrir að gefa ykkur tíma til þess að fræðast og læra og þetta ákveðin bara svona sjálfsvinna að vilja fræðast og vilja læra, vilja skilja hluti betur og vilja skilja sjálfan sig betur. Og við erum alltaf að viða á okkur þekkingu oft til þess að sem svona ákveðin bæði bjargráð eða sem sjálfsvinna og bara til þess að kynnast okkur sjálfum betur. Og það einmitt styður þetta viðtal alveg svakalega við. Þetta mjög einlægt viðtal. Og við förum alveg rosalega á dýptina við Angelía Fjóla sem oftast kölluð Fjóla að ég held. Og ég ætla nú bara ekkert að spoila mikið af því að þið eigið mjög áhugavert viðtal framundan og ég ætla að leyfa því bara að tala sínu máli. Þannig ég ætla bara að segja, gjörðu þið svo vel. Hjá mér í dag hún Angelía Fjóla Vilhjálmsdóttir sem með Instagram reikningin Vaxa og Blómstra. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Og það svolítið skemmtilegt hvernig þetta við bara hittumst óvart á Spírunni. Já, þetta var mjög random. En eins og ég segi, manifestað, þannig að aldrei eins og á að vera. Já, minnst það líka magnað, alveg geggjað. Og ef fólk veit ekki hvað að manifesta, hvað að manifesta? Það bara, ég myndi ekki segja að þetta væri svona eins og fyrir mig bara ósk sem ég hef fyrir framtíðina. Já. Og svo rætist hún þegar hún á að rætast. Þú óskar að þú kemist í hlaðvarp? Já. Og svo bara hittist við og varst að ég beðir? Já, bara mjög random. Og það þætti ekki neitt. Nei. Við bara sameiginlegir vinir. Já, og minnst ekki bara svo áhugavert það sem varst að tala um. Já. Ég horfði bara á þig og þessu, vá. Við verðum að spjalla. Já, nákvæmlega. En hver Angelía og fallegt nafn líka? Takk. Ég hef aldrei heyrt neina aðra Angelía. Nei, það bara ég og mamma sem heit með þetta. Og afi kemur sérst frá Króatíu. Þannig að nafni kemur þaðan. Já. En hver ég? Já, hver þú? Mér svo gaman að svara þessu spurningu vegna þess að fyrir, ég veit ekki svona kannski 3 árum síðan þá hefði ég sagt að ég væri hótelstjóri og ég kennari og ég myndi nefna allt sem ég var að gera. Hattana. Já. Og svo var það erfiðast sem ég gert, það var að taka það af og bara, hver þessi kona? Hver ertu eiginlega? Og ég svolítið svona náða skilgrana sjálfa með, þú veist, ég hef alltaf sagt bara, ég bara ljós og kærleika, sko. Það það sem ég og ég vil bara alltaf besta í heiminum bara, ég vil bara vera ljós.
og það sem að mér finnst þess að fyrir mig er að ég er bara komin á þessu jörð til að vera svona, ég ætla að kalla mig svona wounded healer. Já, ég kannski bara búin að eiga bara pínu kannski ekki erfitt, jú, margt sem ég gengi gegnum mér alveg búið að vera erfitt og ég vil nota til þess að hjálpa öðrum og þannig langar mér bara að deila ást og kærleik og ljósi til þetta. Hljóma kannski sem ég sé ykkur jógi, ég er alls engin jógi. Ég er bara búin að taka eftir því að, þú veist, ég er ekkert, þú veist, ég er alls konar hlutverk, ég hef alls konar hlutverk, en hver er ég? Ég er bara ljós og kærleikur. Í svona kjarnanum mínum, þá er ég. Hvernig komstu að því? Það er bara góð spurning. Þegar maður fer að tala um eitthvað of spirituála, held ég, fólk fælist nú fyrir eitthvað frá. Nei, það var aldrei ekki þannig spirituál þannig, þetta er bara svona, ég komst bara að því, þú veist, þegar ég fór að fara yfir sögunum minn og ég fór að fara yfir bara hvað ætla ég að gera við þetta villta og verðmæta líf sem ég á. Að þá komst ég svolítið að því að mér langar bara að hjálpa fólki. Og mér langar svolítið að nota sögunum mína og reynslunum mína til þess að hjálpa öðrum, sko. Þannig að ég veit ekki, það er ekkert eitthvað svona, ekkert hugleistu svar við þessari spurningu. Þetta er bara svona, það kom til einn bara. Já, þetta bara kom til mig, bara svona, það er það sem ég er, þú veist, það er það sem ég vil gera. Eins og svona. Og hérna, þú segir að þið langar að deila sögunni þinni til að hjálpa öðrum. Ég var að byrja bara strax á þinni sögu. Já, sko, ég myndi segja svona að upphafið á minni sögu er kannski endurinn, ekki þá að ég hafi látist heldur. Þá meira sko að það sem kom fyrir hjá mér er á einhvern tímapunkti í mínu lífi, þá bara gafst líka með minn bara alveg upp. Og margir myndu kalla þetta kulnun. Og við tölum rosalega oft að kulna í starfi. En ég myndi segja að ég hef bara meira kulna á sjálfur mér. Reynslan sem ég hafði úr lífinu og æskunum var bara rosalega þung og var oft rosalega erfið og ég vissi ekkert hvað þetta að gera við hana. Ég vissi ekki hvernig þetta losa sig áföll og skilja þau og bara í rauninni komast í sátt við þau. Af því ég komst að því að sko, í minni kulnun, ég náttúrulega vann mig alveg í þrot, en ég var að flýja. En það snýrist ekkert hvað ég var mikið að vinna. Það var bara aukaðatrið, það var bara bjargráðið mitt, það var bara vinna, af því það þarf mér ekki að líða. Af því það var hættulegt að líða og ég vissi ekki hvað þetta að gera við þetta. Þannig að mín vinna núna er svolítið búin að taka bara, heyrðu, hvað er að vera manneskja og bara með tilfinningar og hvað ég gera við þær og hvernig get ég mætt þeim og bara mætt sjálfri mér. Þannig að ég geti gert allt sem ég langar að gera en líka vera manneskja. Af því okkur langar svo ofta að geta verið ofur fólk og við dásum streitur svo ógeðslega mikið í þessu samfélagi. Bara það sá sem er í vinnu, eins og ég var í vinnu og ég var í annari vinnu. Ég var með lítið barn, ég var með annað barn með astma, ég var með barn í heimakenslu, bara þú veist, af því að það var mikla í skólanum og alls konar og allir bara, vá, ofur kona, þú ert svo geggjuð. Akkurat, þú ert svo dugleg. Allir svo duglegir. En ég var ekki dugleg, ég var bara í alvörinni bara að flýja sjálfa mig og ég notaði rosalega mikið af bara fjarveru þáttum til þess að flýja mig. Af því ég vissi ekkert hver ég var búin að fara í gegnum lífið í alvörinni, þannig til ég var 33 ára, búin að fara í gegnum lífið í bara svona people pleaser, meðvirkni, rugli vegna þess að ég vissi ekki hvernig þetta mæta mér og finna bara mína þarfir og hver er ég? Hann er líka með sagði bara stopp. Hann sagði bara stopp og ég fekk bara ótrúlega mikið af einkennum sem ég svo sem líka alveg til að deila með fólki vegna þess að ég held að við gerum ofta ekki grein fyrir því sko hvað einkenni er að koma og mín einkenni eins og þau byrtist mér var rosalega mikið eins og ég var með MS. Þannig að ég horfði svolítið bara svona, ok, líka minn er að hóta mér bara big time hérna bara, þú veist, ef þú ættir að halda svona áfram, þá veistu hvert þú ert að fara. En ég var sérst með bara taugakippi út allan líkama. Það byrjaði bara svo fjörfiskur í auganu og fór síðan bara að vera í auganu, í tánum, í tungunni, í munninum, bara, þú veist, you name it, bara bakinu, þú veist, bara allstaðar. Og bara ítrekkað og kannski bara, þegar mest var kannski bara, ég taldi það ekki en þetta var yfir 1000 á dag sem var bara kippir að koma út allt. Ég lamaðist í tanni, gæti ekki stíð í hana og með doða í fingrum. Ég var, án þess að ég hefði fattað það með ótrúlega mikinn kvíða. Ég vissi ekki ég væri með kvíða, ég bara hafði ekki hugmynd það. Og þunglindir sem ég hafði ekki einu sinni hugmynd það. Ég vissi ég væri með ofsakvíða, fengið sem ofsakvíðakost, en ég hafði ekki hugmynd hitt. En svo það sem að mér fannst magnaðast við þetta, sem að ég veit að kannski hefur ekkert allir áhuga að heyra það, en ég var að fá ítrekkar sveppasýkingar. Það var að vera frá aðtöga í alvörunni, hvernig sjúkdómalæknir með hvort ég var með ofnæmi fyrir manninu mínum. Og það datt engum í hug bara að þetta geti verið bara streita. Þetta er streitisvörun, bara þú veist líka minn hefur ekki undan. Bara, svo hef ég hitt bara konur í dag sem er bara glíma við þetta vandamál, ég bara svona, já en þú veist þetta gæti verið þetta, en ekkert eitthvað, endilega eitthvað
verra, skilur við. En þetta var svona, já, og örugglega alveg fullt af fleiri einkenni sem ég bara var verkir í auganu og þú veist, það var bara út allt, skilur við, höfuðverkur, svimi, dóði, þú veist, bara eins og maður þegar maður líkaminn komin í ójafnvægi. Og minn líkaminn var komin í rosalega mikið ójafnvægi og sendi mér alveg skýrbúð það. Og ég fann það svolítið að það ójafnvægi sem var að myndast þegar mér var tilfinningalegt. Ég kunni ekki að finna tilfinningar mínar. Svo settist bara hérna einhvers staðar í líkamann og voru bara eitthvað, annarkvært lærir að mæta okkur eða við göngum frá þér. Og ég svona, já, ok. Hvernig fattaður hvað þetta var? Að þetta væri ekki bara til dæmis MS eða? Ég var náttúrulega, ég var mjög dugleg þegar, þú veist, að því að frá því ég byrjaði að finna einkenni þá gæti ég stoppaði. Við erum að tala þetta alveg 5 ára kapli. Ok. Og ég var alltaf bara að fara til læknis, bara nennir að kíkja á mig. Hvað testi að gera núna? Hvað er að tjekka núna? Hvað getur þetta verið? Þú varst að fá rauðaspjaldi aftur. Og einhvern svo sem, ekki einu sinni læknin dætti í hug, bara svona, gæti það verið að það sé hérna eitthvað að þér bara andlega? Að það gæti verið vandamálið. Það var enginn sem spurði að því. Þegar við vorum alltaf að fara yfir einkennin sem ég var að fá, og við gerum það rosalega mikið, við erum alltaf að horfa á eitthvað sem að birtist, einkennin, en við erum ekkert endilega að kíkja eitthvað hvað er þarna undir. Gleymum að finna rót vandans. Já, og í rauninni, þú veist, ákvað ég sjálf bara, nú ætla ég bara að stoppa. Bara, ég verði að gera það því annars bara drepi mig á þessu. Og ég var orðin svo hrædd við einkenni mín. Ég var reyndar nótilega hrædd, þú veist, þegar ég googlaði svona taugakipa, koma bara hræðilegir sjúkdómar upp og maður er bara svona, þú veist, er ég bara að fara að vera þarna? Nei, en ég þarf að stoppa og ég þarf að læra að mæta mér. Og það var líklega erfiðast sem ég gert, vegna þess að það var miklu auðvitað að flýja. En það sem að, kannski sagan er svo að spyrja, sko. Já, hvað varst að flýja? Já, hvað var ég að flýja? Ég lenti kannski, ég myndi segja í æsku, svona, það voru ákveðin áföll og ég byrjaði fættist bara í þennan heim og bara bjóð með fjölskyldunum minni og allir bara glaðir. Svo flytjum við þegar ég var 2 ára í Þorlákshöfn og við erum að fyrir mér í Reykjavík og erum að versla fyrir ammalið hjá mér og bróða mínum. Við erum sérst ammalið með 9 daga millibili og fórum 16. september í Reykjavík að versla inn fyrir ammalið sem átti að vera þarna nokkur dögum seinna. Nema á heimleiðinni þá sofnar maður undir stýri og keyrir framan á okkur. Og við lendum í svona háorkuslýsi þar sem pabbi minn lést. Mamma mín dó líka en hún var endurlíkuð. Ég slasaðist mjög mikið sem barn og bróður minn svo sem fekk bara marbletti en slasaðist alveg mikið bara á sálinni. Og ég hef alltaf vitað af þessu slýsi. Varstu 2 ára? Já, og maður hugsar oft sko, já ok, þú er bara 2 ára, börn erum svo mikla seglu og þau bara þetta skiptir ekkit öllu máli, þau bara they will bounce back er bara svolítið svona, það sem við viljum oft segja. En það er ekkert þannig. Vegna þess að það sem ég er búin að læra svo mikið bara reynslan sem við höfum bara úr æsku og bara í gegnum lífið sjálf, hún bara hefur svo mikið að segja. Og það er ekkert að börn séu bara það góða að taka á móti áföllum. Þau bara hafa ekki tækifæri til þess að í rauninni vinna úr þeim. Það er það sem þeim skortir öll verkfæri og þá hvað ætlar að gera þegar skortir verkfæri? Það sama þú gerir þegar þú ert fullorðin. Þú bara lætur þetta eins og það hafi ekki áhrif á þig. Þú bara geymir þetta og þú bara brynjar þig, skilur. En svo sem áfallast var ekki endilega búin þarna, ég myndi segja að þú veist kannski í gegnum æskuna, það var alltaf eitthvað. Það var ekki sérstaklega rólegt og ég ætla bara kannski að vera með svona bara mamma mín er dásamlegasta manneskja í heimi. Það var ekkert sem mamma mín gerði rangt. En ég vil bara það sé bara upp á borðinu. Vegna þess að það sem ég hef lært er að þú ætla að horfa á æskuna hérna. Að ég er með lengri sögur svo sem þetta er bara uppafið. Þegar þú ætlar að horfa á æskuna hérna, þá oft viljum við ekki sjá þetta. Við viljum ekki sjá kannski hvernig okkur leiðir raun og veru eða hvernig upplifunum okkar var í raun og veru vegna þess að við hræddum að við séum að segja eitthvað ljúft um kannski mömmu eða pappa eða bróðir eða eitthvað. Og þá neytum við okkur reynslun okkar. Við neytum okkur tilfinningar sem við actually komum upp vegna þess að við erum svo hræddum að við séum að særa eitthvað. Þetta er svona eins og í meðvirknifræðinum, menn náttúrulega bara að tala það voru bara allir að gera sitt besta á hverjum tíma. 100%. Og það er bara þannig. Og það sem að gerist líka er þegar þú ert, bara hvað sem úr barnið fullorðin, þegar þú ert að grípa eitthvað bjargráð, þá ert ekki meðvitað að gera það. Þetta gerist allt saman svo ótrúlega ómeðvitað, af því að þú meðvitundin hérna, þú ert bara eitt. Undir meðvitundin og allt hitt, það er allt annað. Sem þið grípur yfir þegar að lífi verður bara of raunverulegt fyrir þig til þess að skilja þegar þú kannski barn. En það sem á sér stað hjá okkur líka þegar
og ég komst að bara í mínu ferli sem ég var svolítið búin að íta niður. Ég var rosa mikið búin að íta þessu niður. Og var það sem að var að banka upp á hjá mér rosalega mikið, var að þegar við það var að sjá að þegar við lendum í svona slísi, og þetta er svolítið sem að fólk vill ekki sjá. Maður getur sagt, já, þetta er ótrúlega vont að lenda í svona slísi og þetta er alveg agalegt og það er hræðilegt. En hvað gerist eftir á? Það sem gerist er að ég fer einu upp á spítala og ég bara alveg eitthvað dandalast þar í einhverju umhverfi sem ég skil ekki neitt og allt inni mamma og pappi bara farin í burtu, mamma mín er eitthvað staðar annars staðar, pappi mín er dáinn, mamma mín fer í marga mánuði endurhæfingun á Grensás og við erum einhver meginn, ég og bróðir minn bara á milli fólks. Og þetta er ekki ómanneskjulegar aðstæður, ég er ekki að segja það. Nei. En við mistum tengslin við mömmu og pappa. Og þegar maður fer að fatta hvað er þessi tengsl, tengslin er þetta mikilvægasta sem við eigum og barn getur ekki lifað án þeirra. Og ef að barn upplifir ekki tengsl við mömmu sín og pappa og fær ekki tengsl, þá bara getur það ekki lifað. Það bara í alvörunni getur ekki lifað. Vegna sem við þurfum þetta er bara mannlega þörfin sem við höfum. Og ég upplifði tengslarof og var hjá fullt af fólki sem var ótrúlega gott, fór á milli systra mömmu, þannig að það voru ekki ómanneskjulegar aðstæður en þetta var vont. Og við fórum á milli og ég upplifði bara rosalega mikið óöryggi og óöryggið er bara búið að fylgja mér bara síðan ég í rauninni bara mann eftir mér. Óöryggið er bara, já, mitt svona akkeri sem bara hangir aftan á mér. Það er, ég er mjög óörygg. Og ég er þarna, ég man ekki hvort það voru 3 mánuðir eða eitthvað sem við erum svona svolítið á milli og allir voru að gera sitt besta. En það var, mig vantaði bara mömmu og pappa. Og það var ekki það sem, þú veist, ég fekk það ekki og það var bara mjög erfitt og það skildi eftir miklu dýbra spori í sálunum en ég gerði mig nokkuð tíma grein fyrir. Að því síðan kemur mamma heim, stórslösuð, 24 ára, búin að missa manni sinn, búin að þurfa að læra að labba upp á nýtt og alls konar dæmi í gangi, skilurðu, og sjálf bara með langa áfallasögu, skilurðu. Og er þetta mamma mín sem er að koma tilbaka þegar ég er lítil? Nei, ég upplifði það ekki. Og eitthvað myndi spyrja, já, hvernig veistu þú hefur ekki upplifað það, þá kannski viðurkenni það hérna og hér og nú og ég fór sérst í hugvíkandi ferðalag og ég fekk bara endur upplifa æskuna mína í rauninni áfyllinni æsku og þetta ferðalag var literally það erfiðasta sem ég hef gert á ævi minni en þetta var að fallegasta sem ég hef gert fyrir sjálf á mig en þetta var svo erfitt og ég var svo lengi að jafna mig eftir þetta vegna þess að ég bara vissi ekki alveg hvernig ég ætta bara að lifa og því ég fekk að sjá sem sagt, að því að maður getur sagt svona með svona slys og getur sagt bara já, þú veist, minna þetta gerðist bara en svo sat ég inn í bílnum í hugvíkjandi ferðalæðinu mín og ég sat inn í bílnum og ég sá slysið ég sá forleikinn og ég raunin ekki slysið sjálft en svo eftir á að því ég bara trúi því og það er þannig kannski í þessum fræðum að undir meðnindin hún hleypur upplýsingum sem þú ert tilbúin að taka á móti og það er svolítið mín upplifun í þessu og ég sem sagt er hann inn í bílnum og ég horfi á að pappi minn er dáinn svo ég lítið til hliðar og ég er að horfa á mömmu mín að hengjast í beltinu og ég horfa á hann að deyja og það sem ég sé sálina hans pappa fara upp í ljósið þannig sá ég þetta í mínu ferðalagi og svo sá ég sálina mömmu fara upp í ljósið og það sem var erfitt fyrir mig í þessu ferðalagi bara virkilega erfitt var að það sem ég heyrði var bara að þú veist óöryggi þitt þetta er byrjunin en það er ekki búið og ég var bara svona, ok, þú veist, og í þessu ferðarlega var ég bara svona, ok, það er ekki búið, þú veist, hvað er að fara að koma og þá sá ég hérna hvernig ég var að fara milli fólks og ég sé þegar mamma kemur tilbaka og ég bara svona, þetta er ekki alveg mamma mín, ég var mjög óörugg og ég var mjög hrædd, nema síðan kynnist mamma mín manni sem hefur í fjölskyldinu alltaf verið kallað Satan og hún kynnist hann þegar ég var ég held svona milli 3 og 4 ára og við fluttum sérst til hans. Og það sem ég sé þá í þessu ferðalagi þegar ég var rúmlega milli svona 4 og 5 ára þá sé ég hvað hann gerir við mig þegar ég er barn sem er ekki fallegt það var bara ekki fallegt og það var það sem ég var bara það var mitt ljón sem ég var búin að flýja og flýja og flýja og flýja án þess að ég hafi fattað það ég vissi ekki að ég væri að flýja þennan atburð sem átti sér stað og þegar ég sá hann þá bara ég er ekki að grínast bara heimurinn minn bara hrundi hann bara hrundi, þetta var bara það erfiðasta sem ég hef nokkuð tíma þurfti að horfast í augu við. Ég fekk ekki að sjá á þessu tímapunkti hvað hann gerði heldur bara, ég sá svona indication að bara hvað það var sem átti sér staði. Óviðeigandi. Ég sá sem sagt að ég bara lá upp í rúmi, ég gæti litið niður á mig og ég sá í hvað jólakjóli var og ég vissi hvað ég ætti heima og ég lá og ég horfði á mann standa fyrir við hliðina á rúminu mínu, ægavissi og
og þá vissi ég hvað gerðist. Og þegar þetta opnaðist á þetta, þá vissi ég alveg í hjartanu mínu hvað gerðist, vegna þess að ég bara titraði öllu, ég var bara, það er að opnast á virkilega stórt áfall. Og ég hélt alltaf að ég væri ótrúlega brotin og óörugg og hitta þetta út af því að ég hefði lent í bílsleysi. En þetta var bara svo miklu, miklu meira. Og þegar ég horfi kannski á söguna mína þarna, þú veist, þá þetta var miklu meira heldur en bara eitt slys. Það í rauninni kemur hann að röð atvika frá því ég er 2 ára, þannig ég er 5 ára, sem bara lífið mér ofviða. Og það það. Og ég skil mig ótrúlega vel að ég hef þurft að finna og grípa hvert einasta bjargráð sem ég gæti nota til þess að kópa í þessum aðstæðum. Því hvað ætlar að gera? Eðlileg viðbröði og óeðlilegum aðstæðum. 100%. Og þú bara að reyna að lifa af. Og ég eitthvað með fer heim eftir þetta ferðalag og með þetta svona í farteskinu og svona er að reyna að skilja þetta og fer heim til Heru reyndar vegna þess að, ég veit ekki, Hera akkerið mitt og lífið og líflínan og naflastrengurinn og allt sko. Ég lá bara upp í rúmi hjá henni og ég bara grét og ég bara svona þýðir þetta núna allt í hennu að ég sé bara hvað orðin eitthvað fórnalamb misnotkunnar og hver er ég þá? Og fer alltaf eins og við gerum svo mörg, ég er að skilgreina sjálfa mig út frá okkur reynslu sem ég hef. Og er svolítið bara búin að læra það að, þú veist, reynsla mín bara eitt, skilurðu, það bara eitt hluti. En hérna, hvað ég ætla að gera við þessa reynslu bara allt annað. Og við fórum alveg yfir þetta og ég fekk alveg bara algjört kast, ef ég var alveg hreinskilin, sko, bara þetta var virkilega erfitt. En svo þegar leið á, ég svona fór að geta tekið þessum raunveruleika í sátt. Það fór alveg minningarnar að koma til mín, hvað virkilega átti sér stað. Og ég myndi segja að það var svo ótrúlega fallegt, tímalínan á mínu ferli, sjálfsögnu ferli er rosalega falleg vegna þess að ég fekk verkfæri og svo kemur eitthvað nýjar upplýsingar og ég get nota verkfæri sem ég er búin að læra til þess að hjálpa mér að takast á við hennan nýja raunveruleika, sem er mjög fallegt finnst mér. En ég myndi segja, þú veist, ég er alveg þar að allt er eins og það á að vera og ég fann það bara mjög sterkt að það er bara staðan, allt er nákvæmlega eins og það á að vera. Og það sem ég er búin að vera að gera er bara hvernig get ég sem fullorðin manneskja sem er bara búin að loka á alla tilfinningarna mínar. Hvernig get ég opnað á þær án þess að þær flæði bara yfir mig eða verði mér ofviða eða hvernig get ég skilið sjálfa mig og bara mætt mér. Veist, hvernig ætla ég að fara að þessu? Því það er bara búið að vera brast, það er bara búið að vera ótrúlega erfitt. Að læra bara sem fullorðin kona bara hvernig tek ég á móti sorginni eða reiðinni eða vannmættinu eða óörygginu og vinn með það. Og ég er svona búin að vera að gera það núna og svona búin að vera að læra á það í mínu ferli núna. Og ég er komið ótrúlega fallegar aðferðir sem að virka fyrir mig til þess að gera það en auðvitað umfram alltaf þarf maður að hafa alveg ótrúlega mikla svona bæði sjálfsvirðingu og þau þarf að þykja rosalega vænt sjálfa þig til þess að geta hort á þig þegar þú varst bara barn í aðstæðan sem eru þér ofviða og í rauninni lært að taka utan um þig og bara elska þig sko. Heila litla barni, litla stelpuna þér. Já, að því að hún er að hafa mikil áhrif í núinu mínu. Það er bara þannig og ég myndi segja, þú veist að ég er ekki kannski búin að segja, þú veist, alla lífssöguna mína en óöryggi og kvíði hefur fylgt mér svo lengi sem ég man eftir mér og ég hélt alltaf bara að það væri eitthvað út af einhverjum ákveðnum, þú veist, ég hef lent í slysi eða eitthvað. En þetta er bara svo miklu meira og þegar þú tekur reynslu fólks bara mengið sem að reynslan er og þú farð að skilja hvernig hún hefur áhrif á það, hvernig þú sér heiminn og hvernig þú sérð allt í kringum þig, þá breytist svolítið það hvernig þú getur hugsað sjálfa þig. Vegna þess að auðvitað er ég ekki eins og þú eða eins og Hera eða eins og okkur annar þó ég sé alltaf að miða mig við eitthvað annan en við höfum bara ekki sömu reynslu við höfum ekki sömu sýn á lífið og ég með mína reynslu er að horfa út í umhverfið kringum mig með reynsluna og ég er alltaf að meta hvað er að fara að gerast næst og ef að reynslan sem þú með er bara mjög erfið þá gerur of bara ráð fyrir að það sé eitthvað slemt að fara að gerast. Akkurat. Og þannig sá ég lífið fyrir mér þegar ég var bara barn. Bara lífið er hættulegt. Þú getur ekki treyst neinum, ekki segja neinum hvernig þið líður. Bara, þú veist, bara alls konar svona hlutir sem ég bara, þetta er lífið mitt. Þá er ekkit óeðlilegt að það myndist kvíði og óöryggi. Bara 100% ekki og ég skil sjálf mig alveg ótrúlega vel og sérstaklega þegar þú ert barn og þú er kannski með mikinn kvíða og þú þorir ekki að segja það. Já. Og þú burðast ekkert með einhverja tilfinningar sem eru þér ofviða en þú ert að reyna að láta allt líta út
og það sé ótrúlega flott að því þú vilt ekki missa tengslinn við mömmin eða hvert sem er og þetta gerist svo ómeðvitað. Það er ekki eins og mamma mín hafi sagt, heyrðu, ef þið líður eitthvað illa, þá hætti ég að þykja vænt við þig. Nei, en kerfið hafði bara áhyggjur af því, bara við þurfum að halda öllum góðum til þess að þér geti liðið vel og þú ert alveg örugglega í tengslum. Og þegar ég fór svona að velta þessu fyrir mér og svona skoða og þá fór maður svona, þá gæti ég sýnt mér svo mikið, þú veist, mildi. Þú veitir, fyrst þegar ég var að byrja í mínu sjálfsvinnuferli þá var ég bara þetta mildisorð er alveg bara að gera út af mig. Það er allir að tala um streitu, kortir í kulnun og mildi og ég var orðin bara, hvað þýðir þetta? Hvað meinar með þessu? Hvað er það langt síðan fyrir ekki sem þú byrjaði þessa sjálfsvinnu? Það var 24 bara, það er mjög stutt ferli þannig síðan, en hér er ég búin að taka á styrum og það er bara dásamlegt. En mér er fundið sko að mildi fyrir mér er ekki að ég bara leggjast upp í sófa og knúsa sjálfa mig og lefa mér að vera í volaði. Það þýðir það ekki. Það þýðir að ég ætla að taka utan um í aðstæðum sem mér erfiðar í dag vegna þess að fortíðin er að minna á sig í núinu og ég þarf að taka utan um mig og vera bara, heyrðu, elsku hjartans gulli mitt. Þetta er ekki aðstæðanir núna. Núna er hugurinn að spila með þig. Og ég ætla að vera með þér í þessum aðstæðum vegna þess að það eru ekki hættulegar. Og ég þarf bara svona að tala við mig eins og við séum í rauninni fleiri hérna heldur en bara ég. Skilurðu? Og ég geri það vegna þess að það er það sem ég þarf. Og ég ein get veitt mér það sem ég þarf. Maður minn er ekki að fara að standa hliðina á mér eða hera allan daginn að veita mér öryggi og stuðning. Ég þarf að gera það og finna það innra með mér. Af því þetta er ég, þetta er mitt. Og þegar ég fór að læra það að þetta er mitt hlutverk, ég get veitt mér allt sem ég þarf. Allan stuðningi sem ég þarf. Öll knúsin sem ég þarf. Og allt sem ég fæ frá hinum, það er bara bónus. Og það er geggjaði bónus. En ég þarf að vera til staðar fyrir sjálfa mig. Af því annars verður lífið mér ofið það. Af því að ég ein veit hvað ég er að hugsa og hvað ég er að pæla. Og ég veit ein hvernig ég þarf að stoppa mig af. Og þetta er svolítið svona, já, þetta var svolítið kunst að ná þessu. Og það var erfitt. Greinlega búið að gerast rætt hjá þér. Ég held að margir séu mörg ára þessu. Já, en ég fór bara, og ég trúi því alveg. En ég er ótrúlega heppin, ég er búin að hafa heru hliðin á mér, ég er búin að fara á spírun á hver minnst á þriðdegi að ræða lífið mitt, skilur þú veist, ég veit ekki, 2 ára eða eitthvað. Þannig ég er búin að hafa stuðningur sem ég er búin að hafa er alveg gríðarlegur. En ég lærði bara svo, sko að því fyrst fannst mér ekki auðvelt að veita mér hérna sem sitt hér ástofumhyggju. En þegar ég fór að hugsa mig sem lítið barn og ég fór að sjá reynsluna mína bara sem lítið barn, að þetta er ekki ég sem er hrædd hérna 34 ára þessi útgáfa á mér. Það er lítið barninir með mér sem er hrædd og ég ætla að taka utan um það. En ég fór að hætta að horfa mig bara sem mig. Ég er margar útgáfur af mér og þessar útgáfur hafa mismunandi reynslu. Og þessi reynsla getur hafa verið vond, hún getur hafa verið slæm, hún getur hafa verið erfið. Og hvað þarf ég þá? Þannig að þá fannst mér auðveldur að taka utan um sjálf mig. Og þegar ég þarf að taka utan um sjálf mig sem manneskja 34 ára í dag sem er ákveðið mig bara, heyrðu, hvað ætla ég að gera í lífinu mínu? Þá er ég nú búin að búa mig til svona my alter ego sem er bara besta mögulega útgáfa sjálfur mér. Það er bara fallega, yndislega, Angelía Fjóla sem er búin að vinna í sér. Hún er geggjaður rithöfundur og hún er að fara að hjálpa fullt af fólki og hún er bara, veist, ég er bara, hvernig má ég verða þú, skilur og ég spyr hana bara, getur þú hjálpa mér? Bara hvað myndi Angelía Fjóla sem elskar sig meir en lífið sjálft gerir þessum aðstæðum? Og svo vel ég mér út frá því, ég fæ svar. Það kemur. En að því ég veit bara að það sé útgáfa sjálfur mér, hún er til. Þó hún sé ekki komin, ég er ekki búin að integrate hana hérna inn í mig. En hún er hérna. Hún er á staðnum. Þú veist bara markþjálfa sjálfa þig. Já, og þetta er alveg svolítið svoleiðis. Ég bara, þú veist, hvað myndi ég gera? Ég hef aldrei farið í markþjálfun, þannig ég hef ekki hugmynd. En þetta er bara svona eitthvað sem að kom til mín bara, þú veist, já, ef ég get ekki með sanni sagt bara að ég elski mig nákvæmlega eins og ég er núna og mér finnst ég vera nóg, og því mér finnst það ekki. Við erum vel bara mannleg. En ég veit að það er til útgáfa mér hann sem finnst það. Og ég ætla bara að spurja hana. Og hún má ráðleggja mér. Og fyrst gat ég ekki spurt þessa útgáfa mér, að ég spurja Heru eða ég var að spyrja. En svo var ég bara, þú veist, þú verður að finna leið til að gera þetta fyrir þig. Þú getur ekki verið með líflínuna á fullt af fólki í kringu þig. Það er rosalega erfitt. Auðvitað má ég hafa líflínu á fólki í kringu mig. Það er ekki, auðvitað má ég það. En þetta er meira, ég þarf að geta lært að vera eitthvað fyrir mig. Ég má gera hluti fyrir mig. Ég má vera alls konar fyrir mig. Ég þarf ekki að vera allt fyrir alla aðra. Ég má líka vera fullt fyrir hinna. En að læra að vera þetta fyrir mig, það var eiginlega lykillinn bara í mínu ferli, bara svona já.
þú veist, ég upp af endirinn og allt þar á milli að eilífa menn, sko. Einmitt. Við finnum okkar innra virði. Já, Við séum nóg, já, óháð öðrum. já, en mér fannst það ekki og mér finnst það ekkit endilega en í dag, ég ætla ekki að láta eins og ég sé eitthvað heilið og sé bara eitthvað geggjuð, ég alls ekki. En þegar ég detti í ruglið, vegna þess að það gerist alveg, bara eins og öllum öðrum, skilur, þú veist, ég get átt geggjaða daga sem ég bara með geggjaða hugafar og ég bara veit nákvæmlega hvað mér finnst og hvað ég ætla að gera og allt, skilur, og svo kemur hinn dagurinn þar sem að bara gerist eitthvað og ég strax byrja, Hera, við erum sko búin að vera saman síðan að hún fættist, hún er sískinaböð, skilur, hún hatar mig núna, hún þolir mikið, hún að fara, þú veist, ég byrja alveg bara hausið minna, alveg á fullu, bara fólk að fara frá þér, ég fæ bara fear of abandonment, bara enginn vill vera með þér. Þú bara svona, þú veist, allir þessar hugsanir sem ég held að allir upplifi þó að kannski ekki, allir séu kannski ekki tilbúin að deila þeim, skilur við. En einhvern tíma hugsu við bara, vill ykkur vera með mér í alvörunni. Og þá þarf ég svolítið að taka þetta svolítið svona föstum tökum. Þú veist, og ég þarf að gera það. Að bara svona stoppa mig af, stoppa hausinn. Hann í ruglinu núna. Því að ég fer alveg í einhvern spíral, sko, en ég ekki fullkominn, skilur við. En hvaða bjargráð notar þegar þú finnur að þú ert að detta í þetta? Þessa orku. Já. Þetta svo ofhugsun og mér finnst bara allir, þetta fear of abandonment náttúrulega bara real thing. Og það það. Að vera, þú veist, óttin við að vera hafnað alveg alvöru. Og þetta integrita bara í heilana okkur að því að við surviveum bara, við bara lifum af í tengslum með aðra. Og það bjargra sem ég hef og það sem besta sem ég get gert fyrir sjálf mér að hætta að brjóta mig niður fyrir þetta. Hættu að vera bara byrjar aftur, getur ekki bara hætt, bleð. Svo maður gerir þegar maður tala niður til sín. Og ég bara virði tilfinningar sem ég að finna. Bara, ok, vá, þið líður svona núna. Það ekki gott að líða svona. Þetta mjög erfið tilfinning. Það erfitt að líða eins og þið líður, bara eins og allir sé að fara í burtu frá þér. En það ekki raunveruleikið núna. Og ég þarf ofta að minna með það bara, þú veist, stundum fortíðin að minna sig í núinu og það ekki raunveruleikiðin. Og ég læt alveg fólk vita af því. Ég hringi í Heru og ég segi, veist það Hera, bara I love you, en bara þú veist, þetta sem hún sagði í gær, það lét mér bara líða eins og þú væri bara að fara frá mér. Og þú vildi bara ekki tala við mig aftur. Og hún bara, hvað meinaru? Það bara tilfinningin. Og hún bara, ég aldrei að fara frá þér og ég elska þig. Og það maður oft bara að fá svona pínu stuðning. En það tekur þetta ekki alveg í burtu. Og eina sem ég get gert bara að vera til stað fyrir sjálfa mig. Ekki brjóta þig niður. Leifðu þig bara vera, gefðu þig knús, mættu tilfinninginu og segja bara þetta mjög erfitt. Það sem þú ert að upplifa núna ótti við að vera hafnað. Og það rosalega vont. Það vill enginn að hún sé hafnað. Og kannski áttu ykkur að reynslu í bankuninu þegar þér var hafnað og þú ert að fara í hana og hitt og þetta og draga eitthvað. Og það eina sem ég geri. Ég bara ekki að reyna að láta mig vera neitt annað en ég er. Ég ekki að rífast í tilfinningunni í hausnum á mér eða segja hún megi ekki vera. Hún má alveg vera. Hugsunum það megi alveg vera. Mér má alveg líða svona. Þetta ekki lífið mitt og þetta ekki raunveruleikin en mér líður svona. Ég ekki að reyna að afneita því að ég sé mannleg. Ég bara mannleg. Þetta bara tilfinningin sem ég að finna og það allt í lagi. Ég leyfi henni bara að vera. En ég leyfi henni ekki að stjórna mér. Ég leyfi henni ekki að segja, já, nú ringi ég bara í Heru og ég bara hætt að tala við hana og bara til að passa, enginn geti hafna mér. Ég leyfi henni ekki að ganga svo langt en hún þarna. Hún má vera þarna. Ég bara virði hana fyrir það sem hún og ég bara þakka henni fyrir að koma og sinna sínu hlutverki en þetta sé ekki staða mín núna. Bara gef mig knús, sko. Og það í rauninni þegar að þú nærð þessari virðingu fyrir þér að geta í alvörunni bara veitt þér knús. Og bara, þú veist, gefið þér í rauninni bara leyfi til að líða. Allar tilfinningar hafa rétt að sér. Það eiga allir rétt að sér, en við viljum oft bara halda í þessar góðu tilfinningar. Við viljum alltaf bara gleði og jákvæðin og við viljum allt það. En þegar kemur eitthvað erfitt, þá veitum við ekki hvernig við að díla við það. Það alveg rétt. Við kunnum það ekki. Og hvað gerum við þegar við kunnum ekki á okkar tilfinningar? Við bara látum eins og sé ekki hluta á okkur. Við bara ítum eitthvað stað niður og flýjum þar með einhverju öðru. Bara 100%. En það líka rosalega margir sem bara já, hvað, er maður þá ekki bara alltaf í volaði? Nei, því þegar þú leifir tilfinningunum bara fara í gegnum þig, þá fer hún. Kannski kemur hún ekkert með aftur og þá kannski stoppar hún styttra. Og það allt í lagi. Hún ekki hættuleg. En þegar við vorum kannski yngri þá, og nú kannski þetta bara mitt, og bara, þú veist, ég veit ekki.
En þegar við vorum yngri, það var kannski ekkert rosalega mikið verið að tala um tilfinningar eða kenna okkur á tilfinningarnar, sem kannski eitthvað svona meira sem við erum að gera í dag með börnin í dag, við erum að kenna þeim aðeins og tilfinningarnar sínar. Á sama tíma við erum öll líka að læra á þær. Og það er það sem hefur verið svona mitt bjargráð í, þú veist, að með börnin mín, ég er að kenna þeim á þetta, en ég er á sama tíma að læra. Þannig mér finnst stundum eins og því ég er að mennta mig bara, skilja tilfinningar barna. Þá er ég líka að læra hvernig ég á að koma fram með mig. Og það er það sem ég er rosa mikið að læra núna, er að það þurfa allir að vita hvernig gott uppeldi lítur út. Allir þurfa að vita það. Vegna þess að þannig átt að tala við þig. Þannig átt að mæta þér. Þegar þú talar um tilfinningar hjá börnum, þá mætur þínum eigin tilfinningum alveg nákvæmlega eins. En þú gerir það bara fyrir þig, innan með þér. Og hvernig lítur það gott uppeldi út? Hvort sem við aðalega okkur upp eða börnin okkar? Gott uppeldi fyrir mér og því sem ég hef lært, og nú ætlum ég bara að segja að ég er háskólagengin í þessu, þannig að þetta er ekki bara, og það er alltaf leið, fólk þarf ekki að vera háskólagengin til að vita hvað gott uppeldi er, en ætla bara að hafa það samt á hreinu. Það fyrir mér er svolítið mikið leiðsögn, að leiðsegja barni í gegnum lífið, vegna þess að ég horfi bara barn sem bara litla veru, ótrúlega krútlega litla veru sem bara veit ekki og skilur ekki. Og það er enginn að reyna að vera vondur, en þú bara kannski kannt ekki. Og það þarf að fá okkur verkfæri til þess að læra hvernig þú átt að vera að koma fram. Og gott uppeldið er bara svolítið að tilfinningarnar mega vera. Það er mega að koma og það er allt í lagi. Þú mátt ekki gera hvað sem er. Þannig að allar tilfinningar er velkomanar, öll hegðun er það ekki. Og þá kemur inn með mörk. Og að setja mörk fram á mjög fallegan og skynsaman hátt er bara dásamlegt þegar þú fóreldir, þú ert ekki að skipa og segja. Heldur þú ert að setja mörg bara til þess að leiðbina og búa til svona aðeins veggi til að koma einhverjum á réttabraut. Og það bara sína hlýju, ást, umhyggju, sína virka hlustur. Ég meina, ég held að mörg okkar kunnum kannski ekki alveg virka hlustun. Virk hlustun er bara að ég heyri það svona að segja. Þannig þegar ég segi við sjálfa mig bara, þú veist, bara að teka aftur greiði heru, svo hún sé hvað hræðilegun er, alls ekki hræðilegun er best. Bara, þú veist, bara tek það bara, já, hún vill ekki tala við þig. Þá er ég að nota virka hlustun og sjálfa mig. Við segjum sjálfa, ég heyri hvað þér finnst, ég heyri tilfinningunni, ég heyri hugsanðan, ég sé þetta. Og ég bara valið þetta. Það er ekkert, það sem við erum að glíma við oft í okkar lífi er að okkur finnst eins og hlutar á okkur eigi rétt á sér. En við eigum alveg rétt á okkur, ég bara má ekki gera allt sem þetta er í hug. Og það er líka það sem þetta að kenna barni. Þú mátt vera þér má líða allt, en þú mátt ekki meiða, þú mátt ekki særa, skilur, það er svona, þú veist, þú ert að búa til hennar ramma. Og það er svolítið sem að mér finnst svolítið gott uppeldi verið. Ég er ekki í því að svona overanalysa neitt. Sýndu ást, sýndu umhyggju, settu mörk, veittu leiðsögn og þá ertu bara í svolítið góðum gýr, sko. Já. Ég á miðlinum þínum Vaksa og blómstra sem er líka svo fallegt nafn að það tók ég eftir að þú varst að benda á eitt sem ég hef mitt oft heyrt áður en það var svo góð ámenning að nota sko ég og í staðin fyrir þú og bæði náttúrulega erum að tala við sko börnin okkar en líka bara alla í kringum okkur. Þetta er búið að bjarga hjónabandir mínu, svona grínlaust sko, vegna þess að kannski tekur nokkur dæmi þetta fyrir hlustendur þannig að þið skilja hvað ég er alveg til að deila öllu en sko ég noti þetta rosa mikið fyrir mig og þá sérstaklega ef ég tek bara svona hvað er þetta búið að vera svona mest svona að hjálpa mér, það er í hjónabandinu mín vegna þess að þegar ég segi við manni minn þú gerir aldrei neitt það bara vörn heyrum ekki neitt meira nema þú það kemst ekkert annað að og vegna þess að þegar þú fattar það indi niðri, alveg sama hvaða hegðun er í gangi eða hvernig þið líður, þá er eitthvað þrá það er eitthvað annað niðri það hann hafi ekki farið út með rusli er ekki vandamáli heldur er vandamáli mitt bara svona mér líður eins og þú takir ekki alveg eftir hvað ég er að leggja mikið á mig hérna viltu valið þetta viltu sjá það viltu hjálpa mér það er það sem ég er að reyna að segja undir niðri er allt annað í gangi heldur en ruslið skilur við, en við viljum oft að setja þetta á ruslið því við föttum ekki að það er eitthvað meira í gangi en niðri og ef við erum ekki alveg nægilega tengd okkur þá kannski föttum við ekki sjálfa að kannski ertu óörugg kannski er maginn að fara hérna út á djammið og því finnst það óþægilegt og bara með eitthvað svona bara eitthvað hræðslu tilfinningu og þá verður þau bara pirru og þá bara verður það allt í hérna baðið, skítut eða klósetið þarna eða nærbuxnar á gólfinu eða þú veist þú en ef ég læra að segja
þú veist, hvernig mér að líða án þess að setja það á hvern annan. Það alveg svolítið svona game changer, myndi ég segja eins og fyrir mig, alveg bara 100% sko. Og ég segi þetta líka eins og við son minn, ég vil ekki láta meiða mig. Mér finnst það vont, því hann stundum að kýla mig og eitthvað, það bara eins og börn gera. Ég er ekki að segja að þú ert vondur, þú átt ekki að gera svona, ég bara setja mörg fyrir mig, ég vil ekki að það sé gert svona við mig. Og mér finnst þetta líka svo fallegt að þegar þú ferð að nota svona ég-boð, þú ferð að nota þú-boð og hitta þetta, þá fattaði sko að var eitt skipti sem ég sat úti með Heru því að sko orðin á allt annað þegar allt þetta kulnunarvesni var í gangi þá bara gekk ekki vel hjá okkur í hjónabandinu. Ekki þannig kannski að við værum að fara að skilja nokkuð leið ekki vel. Og alveg fullt ástæðan fyrir því. Og þannig að samskiptin okkar voru líka í ruglunu. Og ég man ég stóð út á svölum hjá Heru einn daginn og ég sagði við hana, veistu Hera, ég á þetta bara ekki skilið. Og þá fann ég bara svona, í staðin fyrir að ég segi, hann er svo vondur, hann er þetta, veist, að því það var ekki það. Ég fattaði bara, ég á þetta ekki skilið, ég vil ekki láta koma svona fram við mig. Og þá var ég að bara segja, hvað vil ég? Og það var alveg ótrúlega mikið bras, af því þeir eru ekki í miklum tengslu með sjálfa þig. Og þú er kannski búin að ganga rosalega langt í burtu frá þér. Þá er rosalega erfitt að segja hvað þú vilt. Það er rosalega erfitt að nota ég-boð því að hver er ég? Hvað vil ég? Ég kannski veit það ekki vegna þess að ég farið í gegnum allt lífið að gera allt sem allir aðri vilja. Bara ekki hugsa mína þarfir. Svo allir að fara að setja orð á þær. Það er bara stundum svolítið bras. Og við ætlum svolítið til að það sé til eitthvað quick fix við öllum okkar vandamálum. Það er bara ekki til. En okkur langar ógeðslega mikið að sé til eitthvað quick fix til þess að hjálpa okkur í gegnum bara lífið, en það er það ekki. Að því það væri geggjað ef við getið sagt allar bara, herðið, þetta langar að laga hérna sjálfa þig og hjónabandið og nota það bara ég-boð. Nei, byrjað að finna hver ert þú. Hvað vilt þú fyrir þig? Hvað vill manneskjan sem þú ert, sem virðir sig ógeðslega mikið? Hvað vill hún? Hver eru gildin mín? Já, hvað vill ég? Hvað vill ég út úr lífinu eða hjónabandinu mínu eða þú veist alveg sama hvað það er? Út frá hverju vil ég ganga? Og allir getur að segja, já, gildin mín eru hérna bara gleði, hafingi, svona. Nei, en bara svona virkilega raunverulega hvað vil ég, hvað skiptir mig máli í lífinu. En ég held að fólk fatt oft ekki og það sem að ég með miðli minn þá er ég oft kvarta undan því svona, mér finnst undir því að ég segja eitthvað sem skiptir ógeðslega miklu máli að það ná ekki sama flugi og eitthvað sem kannski er bara eitthvað 5 fallega orð til að segja við barnið þitt, eða eitthvað skilur sem er bæði mjög fallegt. Að því fólk vil quick fix. Að því fólk vil quick fix og það vill ekki sjá að ef þú ætlar að gera eitthvað fyrir þig og þú ætlar að ná betri stjórn á huganinu með að þú þurfur að leggja eitthvað á þig. Við viljum það ekki, við viljum bara geta tekið hvað sem það er pillað, og nú er ég ekki að setja út á lyf, ég hef sjálf tekið lyf, skilur, og þau hjálpuðu mér alveg ótrúlega mikið og syntu alveg sínu hlutverki, en ég er ekki að setja út á það. En þau er ekki lausn. Plástur. Þau eru plástur og kannski þarft að plástra eitthvað rosalega sterkar tilfinningar til þess að geta komist áfram og ég þurfti að gera það hjá mér. Og það er bara frábært. En það er ekkert, það quick fix er bara ekki til. Nei. Og ég bara, I wish. En það snýst rosalega mikið það og myndi segja eins og kjarnin hjá mér var svolítið fatta bara, hver ertu og hvað viltu? Og hvað viltu fyrir þig og hvernig viltu láta koma fram við þig? Og út frá því var ég komið áttavita. Og út frá þessum áttavita gæti ég fara að navigita bara lífið bara á allt annan hátt. Bara hvað viltu? Og það var fallegt. Fallegt, því hún Halla Tómasdóttir forsetinn okkar, hún talar svo mikið svona áttavita. Já, nei, reyndar ekki. Hún kom inn í viðtal hérna fyrir rúma ári. Já, ok. En þá voru hún akkurat að segja hans frá því. Minnst þetta, þetta er svo fallegt. Allir er að búa til sinn áttavita. Já, og líka þegar þú fattar að í rauninni, þú veist, vandamálinn sem þú ert að glíma við, alveg sem að kannski hver þið eru, bara svolítið að skoða hver eru þau. Já. Og þannig getur þú líka að skoða bara, ok, út frá áttavitanum mínum, líka farið inn í þetta með réttu hugafari, að þó þú búir þig til eitthvað smá áttavita, þá lagast ekkert lífið þetta á einum degi. En þú getur farið að taka ákvarðanir sem eru kannski meiri takt við þig og þín gildi. Og það er fallegt. Algjörlega. Og það er dásamlegt. En að því þú talar áðan að tengsl væri bara lífsnauðsynleg fyrir börn og í raun og veru fyrir fullarna líka. Fyrir alla. Og þú hefur svolítið mikið verið að tala tengsl og mismunandi tengsl. Væru til að fara aðeins yfir það? Minnst þetta svo ótrúlega áhugavert. Já, ég get alveg farið yfir það. Það ekki. Ég vildi samt, ég væri með bók fyrir fram á mig til þess að segja, minna mig á, svo ég sé ekki að gleyma ykkur, en ég er ekki að gleyma henni. Allan ekki enn sem komið er. Sko, það er til eitthvað sem heita örugtengsl og það er bara, dásamlegt. Það er í rauninni bara, og þetta er bara svo, bara byrja hans upp á nýtt. Tengsl eru
100% eitthvað sem við öll þurfum. Og mér langar svo að segja frá því að þegar við erum að tala tengsl, þá er þetta eitthvað sem myndast svo ótrúlega ómeðvitað. Og tengsl eru alltaf, sko, þú veist, þegar þú talar örugg tengsl er eitt og þú ert með óörugg tengsl er annað. Þetta er alltaf leiðin þín til þess að passa að þú sért elskaður. Þegar barn. Bara hvernig á ég... Sjáðu mig. En líka hvernig á ég að navigata mig til þess að passa að ég verði elskuð eða elskaður. Og inn í þessum tengslu myndi við eitthvað bjargráð til þess að passa að við séum kannski eins og við höldum að pappi vilja hafa okkur, eða við höldum að mamma vilja hafa okkur, eða whatever sem það skilur við. Er það þá ákveðin meðverkni? Alveg örugglega. Já. Myndi halda það. En þetta er bara gerist svo ógeðslega ómeðvitað að við föttum það ekki. Já. Þannig þegar við tölum bara að barn sig, kannski segjum bara hafi myndað óörugg tengsl við foreldra sína, það þýðir það ekki að mamman eða pappin hafi verið eitthvað hræðilegur. En það að því að okkur finnst það stundum eins og maður segja eitthvað svona, já, ég átti greinlega ekki góða æsku. Jú, þú getur átt dásamlega æsku. En þú varst bara að reyna að finna þína leið til þess að tengjast með mömmu og pappa og þá myndaðist eitthvað bjargráð. Og þessi bjargráð er svolítið svona sammannleg. Þess vegna getum við sagt að það sé til óörugg forðunatengsl og það er til óörugg tvíbenttengsl og það er til ruglingstengsl og það er til örugg tengsl. Og svona kjarnin í, bara ef maður byrja bara á svona forðunatengslum, kjarnin í því er bara svolítið svona, ég ætla að forðast þarfirnar mínar vegna þess að þær geti aðeins verið fyrir tengslunum. Ég get ekki sagt kannski endilega hvernig mér líður, ég get ekki útskýrt tilfinningarnar mínar vegna þess að þær er ekki alveg rétt á sér og þá kannski hætti mamma að elska mig eða pappi minn og þetta er ekki meðvituð hugsun, þetta gerist mjög ómeðvitað. Þannig þú ákveður bara hérna fyrir þig að vera bara ótrúlega næs krakki, ég hef engar tilfinningar, ég tek bara öllu sem kemur og ég bara svolítið svona hef það bara fyrir mig. Og það er svo ótrúlega margir sem horfa með þessi börn sem er að fara hérna í aðlun í leikskóla og bara heyrðu, hún grét ekki eins og þetta gekk ótrúlega vel. Nei, það er mjög skrítið að gráta ekki og það er mjög skrítið að sína engin tilfinningileg viðbrögð en okkur finnst það öllum það er svo geggjað sko, það er svo dásamlegt að þetta barn er svo gott og það er það sem barn er að reyna að vera. Það er að reyna að vera ótrúlega gott til þess að reyna að vera elskað og passa að það verði haldi áfram að vera elskað og sé tengslum við fólk. Þannig að það er bjargráð sem það hefur, það er svolítið svona, ég ætla ekki að sína tilfinningarlífið mitt utan á mér af því að ég vil passa að... Er það þá óörugg tengsl? Það eru svona óörugg forðunatengsl. Það er þegar þú forðast þínar eigin tilfinningar. Og þú svolítið svona bara dismissar þær, þú bara svona, þær eru ekki hluta á mér. Svo eru til óörugg svona tvíbenttengsl og það er nú oft, og kannski mér oft fundist auðveldar að segja þetta sé svona kvíðatengsl, en þau heita tvíbenttengsl og það er svolítið svona, þú veist, ok, það er mamma minni eða pappi tilbúin að tengjast mér, en síðan ekki þarna, en ekki þarna. Og þá bara þegar þú færð tenginguna þá ertu bara, mér langar bara í endalausa tengingu og bara ekki fara frá mér og ég ætla bara að halda í þig og ég ætla bara að knúsa þig og bara vertu með mér. Það er svolítið svona það sem þau eru. Og þú verður oft, fylgir þessu oft mikið kvíði, aðskilnaða kvíði og svona mikla tilfinningar. Ruglingslegt kannski, þú veist ekki alveg í hvort fótnum átt stiga. Já, eða þið bara vantar svo mikla svörun. Já, neða þú færð hana stundum og stundum ekki. Já, þá myndir bara þú veist að þegar þú færð tenginguna þá viltu bara syndi í henni sko. Og það verður rosalega mikið. Og svo er með ruglingsli tengsl og það er svona meira þegar þú veist ekki alveg, þú veist, á ég koma, á ég fara, þú veist, og það eru börnin kannski sem hafa kannski mest orðið fyrir misnotkun eða bara komu mjög erfiðum aðstæðum og það er mjög erfið tengsl að hafa, að vera með svona ruglingsli tengsl. En það sem er með þessi tengsl er að þau mynda svona innra vinnulíkanið okkar. Innra vinnulíkan er í rauninni bara hvernig við sjáum heiminn. Þetta er í rauninni bara reynslan sem þú hefur, bjargráðan sem þú hefur, bara er heiminn góður á móti staður. Má ég vera ég eða má ég ekki vera ég? Hvernig er staðan á þessu? Þarf ég að breyta mér til að vera samþyktur eða má ég vera bara eins og ég er? Og við erum svolítið svona, þetta er svolítið svona grunnurinn af þessu. Bara hvernig sjáum við heiminn? Að því tengslin skipta okkur svo opaslega miklu máli að við getum fundið öryggi til þess að vera við sjálf og vita að við verðum elskuð. Að því að þú finnir ekki það að þú megir vera þú sjálfur og þú ert elskaður og dáður alveg sama hvort þú fáir tilfinningarsveiflur eða ekki tilfinningarsveiflur, það skiptir ekki máli, þú ert bara elskaður en þú ert. Þá ert í mjög miklu öryggi. Þú hefur bara frelsið til að vera þú og líða eins og þau líður og fólk tekur þér og þú gerir ráð fyrir því. Þannig að þú lappar út í heiminn og þú ert ekkert eitthvað, já, ég meina, þú lappar út í heiminn og þú bara, ég get bara verið ég get bara lappað inn í hennar skóla sem ég er í
og fólk tekur mig bara, því fólk hefur alltaf tekið mér. Ok, svo er þetta kannski með eitthvað sem með óörugg tengsl, alveg saman hvort þessi forðan tengsl eða hitt. Það lappar ekki inn í skólan til dæmis með sama hugafar. Það lappar inn og bara hvernig ég að fara að vera inn í dag, svo ég passi örugglega inn, svo ég verði hluti á hópnum, svo kennarinn vilji vera með mér og þú ofhugsar aðstæðunar vegna þess að þú ert að reyna að passa þig að vera svo manneskja sem þú þarft að vera til þess að vera samþyktur. Og þannig býrðu þau til eitthvað ákveðið sens af öryggi. Þannig að, og þegar maður fer að fatta það, eins og fyrir þessa krakka, og því þetta fylgir okkur fram á fullorðinsár, við erum öll með þessi tengsl líka fram á fullorðinsár, er að við erum alltaf að reyna að finna eitthvað ákveðið öryggi í aðstæðunum sem við erum í. Það er það sem við erum að gera hérna. Við erum að finna öryggi. Já. Það er alltaf grunnurinn í öllu sem við erum að gera í lífinu, við erum alltaf að reyna að vera örugg. Og þess vegna erum við að sjá fyrir hvernig við eigum að vera, hvernig eigum að hafa okkur til þess að vera alveg örugglega örugg, til að vera alveg örugglega samþykkt, til að fá bara vera til, skilur við. Þannig að grunnurinn af tengslum og hvort sem það heitir óörugg eða örugg tengsl, það er alltaf þessi sami grunnur, þetta er þessi ást sem þú ert alltaf að sækist eftir og samþykki að fá að vera með, sko. Ég tók viðtalinu við hana Katrínu Kristjánsdóttur sem er sálfræðingur og hún var svolítið mikið að rannsaka ungbarnasund, að því nú kenni ég ungbarnasund. Já. Hún gerir það í 19 ár og finnst svo gaman að grúska í þessu. Hún var að rannsaka mæður með fæðingarþunglindi og tengslega myndunina, því að það verður oft svona þegar bara erfitt með að tengjast börnunum sínum, svona litlum. En hún talaði þessi tengsl þannig að með unga börn fór ég að hugsa, þetta slítur að skipta máli bara strax frá bara við byrjum að muna eftir okkur eða veist, hvenar að þetta skiptir ótrúlega miklu máli vegna þess að þegar þú fyrir að fatta hvernig heilin er, hann er reynsluháður. Þú fæðist í rauninni bara með þessi viðbröð í taugakerfinu, fight, fright, freeze og fawn, skilur við, það er svona viðbröð sem þú fæðist með, þú fæðist með það, en annars er heilin ekkert tilbúin, hann er reynsluháður og bara frá fyrstu mínútu meira sem bara frá því í móðukveið þá byrjar hann að mótast, hann byrjar að læra af reynslunni. Og þess vegna er ekki hægt að segja bara, já, eins og ég var að segja í byrjun, bara, já, barnið, hún bara tveggjara, það skiptir ekki máli, það skiptir öllu máli. Sérstaklega reynslan þegar við erum svona lítil, hún skiptir svo svakalega miklu máli það hvernig við sjáum síðan heiminn bara þegar við þroskumst og eldumst. Ég fór að hugsa eins og með ættleitt börn, þannig að það bara best að þau séu sem allra yngst. Já, en það er mjög skrítið að því ég fór nú einu sinni gegnum ættleiða barn og var svona eitthvað veltaði fyrir mér. Og þú getur ekki ættleitt barn fyrir það orðið fyrsta lagi 2 ára. Og ég svona, já, þá ertu búin að taka í burtu rosalega mikið frá barninu og þetta er ekki það sem ég myndi ekki segja að þetta væri það sem væri barninu fyrir bestu. Vegna þess að það verður svo erfitt að sumir eiga auðvelt með að tengjast, vegna þess að þau fengu einhver tengsl í æsku. Þú getur búið á barnaheimil og þú getur lært að mynda þetta tengsl við eitthvað sem er þarna. Að þið tengsl eru líka þau eru ekki skrifið í stein. Bara svo það sé alveg sagt hér að þau eru ekki skrifið í stein. Þú getur verið með óörugg tengsl og þú getur gert þau örugg. Þú getur það. Eða þú getur verið í öruggum tengslum og þau getur orðið óörugg. Þetta er alls konar, við erum ekki skrifið í stein. En þegar maður fyrir að fatta að reynslan eins og hún leggur sig bara í gegnum lífið, alveg frá því að þú fæðist, hún skiptir máli. Þannig að þegar við ætlum að taka eitthvað og segja bara, já, en ég var svo lítil, það skiptir engu máli. Kerfið þitt mann þá, og þegar við segjum bara, líka minn geymir allt, þá er það í rauninni taugakerfið sem geymir allt, vegna þess að það geymir alla reynsluna þína og það notar hana til þess að horfa út í heiminn og það spyr sig hvert einasta skipti sem hún horfur út í heiminn, þá er það að spyrja, er ég örugg? Er ég óörugg? Er ég í lífshættu? Og það velur hvernig það á að bregðast við. Út frá okkur reynslu sem þú ert með í bankanum og þú getur verið að vinna, bara þú vera mjög óöruggur út frá reynslu sem átti stað þegar þú varst 1 árs eða 2 ára, því kerfið er bara, ég þekki þetta. Ég veit að þetta er hættulegt. Nú bregðstu við. Nú förum við hérna bara í þetta viðbragð. Þannig virkar kerfið. Og mér fundist eins og hjá mér í mínu ferli, það hefur þetta snúist rosalega mikið það að fatta og grípa mig þegar ég er að fara, ég hef oft sagt hérna í þessu podcasti þegar fortíðin er að minna á sig í núinu. En það er bara þegar þú heldur að reynslan sem þú áttir einhvern tímann sé að endurtaka sig. Og við eigum það mjög mikið til að halda það. Þannig að þegar þú verður að fatta svona og skilja hvernig taugakerfið virkar og allar minningarnar, hvernig það spila stórt hlutverk, því að tökum fyrir bara hennan mann sem ég var að segja frá hann. Og þess að þegar ég var barn, það sem ég mundi af þessu áður en að ég lokaði algjörlega á þetta,
vegna þess að þetta var mér ofið var eitthvað sem heitir nærbuxnabrjóðsykur. Og það segir sér alveg sjálft hvað, þú veist, og ég var alltaf bara, okkur ég alltaf búin að hanga með eitthvað sem heitir nærbuxnabrjóðsykur sem ég var krakki. Já, mjög skrítið, þetta er bara skrítið nafn yfir eitthvað og ég bara svona, hvað ég að gera með þetta? Bara ég skildi ekki alveg. Nema síðan þá, lærði ég það, þó ég hafi ekki endilega, ég myndi eftir þessu. Svo myndi ég það að því að þegar mamma kynni síðan öðrum manni sem hún er ennþá með í dag, það fyrsta sem hann rétti mér er Róló, nammið. Og ég tekið eftir í gegnum líf mitt, þá hef ég verið svolítið á svona bremsunni, mér hefur fundist óþægilegt bara að mamma sé með öðrum manni. Ég ekki meðvitað, en oft, ég man eftir mér sem barn, var ég svona pínu óörugg með þetta. Og ég er svona, já, að því það er eitthvað réttaði nammi. Og þú veist að þegar það er verið réttaði nammi, þá getur það þýtt eitthvað vont. Og þarna þarf ég að grípa mig og kerfið mitt og segja, nei, fortíðin er ekki að endurtaka sig. En kerfið mitt, það veit það ekki. Það býr í taugakerfinu. Það býr bara í taugakerfinu. Og þess vegna þarf ég að grípa mig þegar, og sýna mig knús. Auðvitað er það ógeðslega erfitt þegar ég sem fullorðin manneskja held að eitthvað hræðilegt sem gerist þegar ég var 4-5 ára sé frá að endurtaka sig núna. Og ég tók alveg eftir því bara svona, já, þegar eitthvað réttir með nammi, það er ekki að ég sé eitthvað aktíf, bara eitthvað, nú verði ég misnótið. Nei, en ég finn að kerfið mitt tekur við sér. Ég finn að ég fer í people pleasing mode. Og það er það sem ég er búin að gera í gegnum lífið mitt. Ég er people pleaser vegna þess að ég er að halda í öryggi mitt, vegna þess að ef ég geri bara það sem þið viljið, þá getið þið ekki meitt mig. Þið hafið ekki ástæðu til þess. Skilur þú? En það var kannski, ég hafði eitthvað reynslu af því að það getur eitthvað meitt þig. Og ég bara svona, já, ok. Og þá, þegar ég fyrir að fatta bara, já, reynslan hún skiptir svona miklu máli, svona kemur fortíðin fram í nóinu og þá verður auðveldur að veita þig knús og ást og umhyggju. Þú þarft ekki svona hræðilega reynslu til þess að veita þér ást og umhyggju og knús. En það sem ég á við er að, þú veist, það verður auðveldur að skilja þig. Já, ég er að bregðast við svona af því að. En það þýðir ekki, ég megi bara gera sem ég vil, skilju. En þarna get ég stoppa mig af að ég get gripið mig. Að ég er að næla meðvitið sjálfa mig til þess að geta sagt, já, þetta er það sem er að eiga sér stað. Þetta er bara, í raun og veru bjargráð. Þetta er bara bjargráð. Og við erum öll með fullt af bjargráðum. Og það er allt í lagi. Já. En fólk heldur ofta það sé bara persónuleiki sinn. Þú já, talar líka um það. Já, En það er vegna þess að við gerum þetta bara. Og það sem ég er satt eins og með mig, eins og í minni vinnu, þá er ég horfði á sjálf mig bara svo laug. Ég er bara að flysja af mér eitt bjargráð í einu og til að komast í kjarnan minn. Hvað er í kjarnanum mínum? Það er ógeðslega óöruggt barn. Það er það sem er í kjarnanum mínum. Það er það sem ég er að laga. Það er óöryggi sem býr hérna innan með mér sem er búin að fylgja mér sem ég bara man eftir mér. Það er það sem ég er að laga. Og það er allt í lagi að nota bjargráð. Þau eru dásamleg. En ég notaði bara meðvitað. Ég nota bara meðvitað ykkur bjargráð. Ég er ekki að detta í að nota þau bara whenever og bara lifi lífinu mínu samkvæmt þeim. Því að þá týnur þér. Hver ert þú ef þú ert ekki með þessi bjargráð? Og það er svolítið auðvelt að segja bara, já, en ég er bara, já, en þú veist, nei. En þú veist, en þetta, ég meint mjög fallega, skilur þú. En auðvitað eru bjargráð akkurat það sem þú þarf, þannig að þú ert tilbúin að horfast í augu við það sem er að undir niðri. Og við erum ekkert öll tilbúin á hvaða tímapunkti sem er, skilur. Það er alls ekki þannig. Þannig að bjargráðin hafa alveg hlutverk, þannig að það má ekki horfa á þau og segja, þetta er hræðilegt. Nei, þetta er ekki hræðilegt. Þú mátt alveg hafa þetta bjargráð ef það hjálpar þér í gegnum lífið núna. Þannig að þú ert tilbúin að feysa það sem að kannski er að trufla þig vegna þess að tilfinningar sem þú leyfðir ekki að klárast. Og það er það sem er svolítið að glíma við. Við stoppum tilfinninguna á okkur tímapunkti. Ef ég tek fyrir bara mig og ég bara myndi taka fyrir bara því ég bara nefna hennar mann og eitthvað svona. Ég tek bara, stoppaði tilfinninguna og þá geymist hún bara. Hún er bara í kerfinu mínu. Hún fekk aldrei að klárast. Ég fekk aldrei að finna þetta. Og það er vont. Og þá heldur hún áfram bara og vinnir á sig hérna bara með einhvern taugakipum og hinn og þessu. Þangað til ég er tilbúin að leyfin að klárast. Og við erum svolítið að gera þetta bara með börn almennt, ef maður bara pælir í uppeldi almennt. Það segir enginn við barn hætt að hlæja. Nei. En þú myndir segja hætt að gráta. Hætt þessu rugli. Eða whatever svo myndir segja. Við stoppum neikvæða tilfinningarnar. Við eigum það svolítið til.
af því okkur finnst það óþægilegt, það minnir okkur á eitthvað hræðilegt sem gerðist kannski þegar við vorum börn eða whatever, skilur og þegar maður fer að fatta þetta bara, já, ég stoppa aldrei góðu tilfinningu, ég segi aldrei við barnið mitt hætti að vera svona glatt. Nei, og fólk segir ofta að það fara að gráta, fyrirgeðu. Já. Þurrkatárin. Já, bara eins og það sé bara, Já, eins og það sé slæmt. En það er ekkert slæmt, en þetta er reynslæðin. Það var kannski eitthvað tíma slæmt, kannski var þér alltaf sagt að hætta að gráta og þá kannski skammast þig fyrir það þegar þú grætur í svona öðrum aðstæðum, skilur, þá, og því það er það sem þú lærðir. Og við lærum alls konar hluti í gegnum lífið og þannig að mikið af þessu snýst að aflæra. Ég má alveg hafa tilfinningar. Þær eru ekkert slæmar. Ekki neitt. Ég þurfti að aflæra það. En ég þurfti líka bara tilfylgta mína auðvitað mér ofviða, en ég þekki alveg fylgt af fólki líka sem að hefur bara ekki lyft sér af að tilfinninga vegna þess að það hendar ekkert í samfélagin sem við búum í dag, í þessu fullkomna frábæra samfélagi sem að allir er að reyna að tilheyra og við segjum öll bara, já, samfélagið segir ekki neitt. Það var enginn bankað upp af mér og sagt, herru, samfélagið hérna, þú verður að eiga 3 bíla, eða þú veist, whatever sem við segjum. Við komum oft með eitthvað svona, alls konar bara eitthvað, samfélagið segir þetta. En samfélagið er ekki að segja neitt. Okkur finnst við bara þurfa að gera alls konar og vera alls konar til þess að fá að tilheyra og vera þáttakendur í þessu samfélagi. Það er grunnurinn að þessu, við viljum tilheyra. Já, og Ísland er lítið samfélag. Mjög lítið. Og þá er hérðhegðun oft meiri. Já, en okkur finnst við þurfa að taka þátt í henni til þess að mega tilheyra. Já. En þetta snýst svolítið að læra bara, nei, alls ekki. Ég má alveg tilheyra þessu samfélagi og nota almenningssamgöngur ef ég vil. Ég þarf ekki neitt og það sem mitt motto er ég þarf bara að deyja. Það er eina sem ég þarf að gera. Allt annað er val, hvað vil ég? Og það þýðir ekki að ég sé ekki með í rauninni, það sé ekki afleiðingar af því sem ég ákveð, en það eina sem ég þarf virkilega að gera er að deyja. Þannig ég er svona að reyna að hugsa lífið mitt út frá því bara, þú veist, ég þarf ekki neitt. Og þegar ég ætla að fara að samfæra mig það bara, en ég þarf að eiga Tesla. Nei, þú þarft ekki að Tesla. Þú þarft ekki neitt, skilur við. Og maður þarf svolítið svona bara, já, ok. Og þetta er óslega harsh að segja að þú þarf bara að deyja. Og sérstaklega fyrir mig þar sem að, dauðin er búin að vera, minn mesti kvíði í lífinu er bara út frá dauðanum, Þannig að það er fyndið að ég skuli nota þetta orðalag. Það er mjög ólíkt mér. En það hjálpaði mér ótrúlega að fatta að allt sem ég finnst ég þurfa að gera, það þarf ég ekki að gera, en ég má velja að gera allt sem ég vil. Og ég vel mér hvað ég ætla að gera. Ég þarf ekki að mæta í vinnunum, ég vel að mæta í vinnunum vegna þess að ég vil þéna peninga eða ég vil, það er bara flott. Það er bara val. En ég er svona lifið svolítið út frá þessu. En auðvitað er hægt að koma með fullt á móti bara, já en þú velur ekki að sýsti, nei, ég skil það alveg, en þetta er svona til að hjálpa þér í þínu daglega lífi að fatta bara, herri, ég má alveg velja alls konar og velja fyrir mig og ég þarf ekki að gera eitthvað sem einhver annar segir mér að gera, ég má bara gera sem ég vil. Og allt maður kemur inn á það aftur að þú velur bara fyrir þig og hvað þig langar. En miðillin, Instagramið þitt, byrjaðu þá með það bara svona sem hluta þinni sjálfsvinnu eða eftir, eða hvernig kveiknaði hugmyndina því? Ég bara vaknaði í daginn með bara eitthvað svona flögu í hausnum bara, já, ég ger þetta bara. Bý bara til ekkert miðin, bara vaksa og blómstra er bara flott. Gera það bara. Og fyrst var ég alveg bara svona, vissi ekki alveg almennilega hvað ég ætlaði að gera. Þetta er captionið svona, hvað miðillin á að vera er svona alls konar sem ég kannski heldur ekkert alveg búin að fara út í að tala vegna þess að ég er svolítið bara svona go with the flow og reyna að finna svona minn takt í, þú veist, í hverju ég vil, bara hvað ég vil gera í rauninni. En pælingi var bara að deila ljósi, eins og segi, bara kærleik og ljósi, bara hjálpa fólki. Ég meina, lífið er ótrúlega flókið og það að einhvern veginn fara í gegnum lífið og skilja hvernig reynslan hefur áhrif á þig og í rauninni læra hvernig þú átt að mæta sjálfur, mæta börnunum og alls konar, þú veist, þetta er bara eitthvað sem ég langaði bara að hjálpa fólki með. Og mér finnst svona kannski það sem að, þetta er saman sem með bókina sem ég er að skrifa. Þetta er fyrst og fremst bókin sem ég hefði þurft að lesa þegar ég var að byrja. Það er það sem að ég vil, ég er bara að horfa á þetta, ég hef bara mína reynslu. Og ég er svolítið að horfa á hana með þér bara svona, ok, þú veist, þarna er eitthvað manneskja sem er þá ég, sem fólk getur leita til eins og ég hefði þurft að leita til eitthvað. Ef eitthvað sendir mér eitthvað sem er bara, já, ég veit ekki hvernig ég á að byrja sjálfsvinna, ég veit ekki hvað að gera,
ég bara, veistu, ég skal hjálpa þér, viltu koma í kaffi og hittast á te og kaffi, veistu, viltu bara minnstamáli heimi, viltu ég nefni bækur sem er gott að hlusta á, veistu, ég vil hjálpa fólki. Það er það sem ég vil og ég er svolítið bara að búa til grundvöld fyrir mig til þess að vera það sem mig vantaði fyrir mig á einhverjum tímapunkti. Það er bara það sem ég er að gera og ég vissi ekki verið í svaraði núna. En dásamlegt. Já, en þú veist, í svona undirmeðlun vissi ég alveg en svörum búið innræð með okkur. Já, það gera það og það er alveg ástæð fyrir að gera allt sem við erum að gera. Það er ekkert eitthvað bara random, eitthvað bara af því bara. Skilur, við erum að þessu út af einhverju og eins og mikið og við viljum ofta ekki kannski átt okkur á því að við erum miklu meira en framheilin okkar sko. Alveg bara miklu meira. En að þið verum aðeins að tala um sjálfsvinnuna þína. Hvenar áttaður þið á því, þú veist, hvað þú þurftir í raun og veru og að því að þú segir að það voru 5 ár að tímabil þess að þú varst að ganga á milli lækna og reyna að finna út hvað var að. Já, ég sko mjög, eins og ég segi, ég er mjög heppin. Lukkan hefur verið með mér frá því ég byrjaði og í rauninni bara, þú veist, að vissu liti bara frá því ég frá því Hera fættist. Lukkan hefur þannig verið með mér. Af því að þegar ég fer í þetta ferli og ég ákveð bara, nú stoppa ég bara. Þá grípur Hera mig. Og ég er kannski vil ég vera Hera fyrir hina. Af því Hera greip mig svo fallega. Að þegar ég mætti bara eins og spíruna bara, þú veist, að því það að hætta að vinna er ógeðslega erfitt vegna þess að þú ert svo varnarlaus. Ég er búin að geta flóið bara allt mitt líf og bara á í hvað nú ég sitja heima. Og hvað gerir maður? Fékkst greininguna þá kulnun eða hvað? Já. En fórstu einhverja endurhæfingu eða ertu búin að gera þetta bara allt sjálf? Ég fór í endurhæfingu og er í endurhæfingu en ég fór í virki eitthvað smá tíma. En ég byrjaði á að vera bara ég með Heru á spírunni að sem hún sagði við mig bara, spólum aðeins tilbaka, róum þið aðeins niður og við ætlum að búa til hugafar þar sem þú getur séð sólinu en ekki bara skýin. Og ég bara, já, ég þarf að gera það vegna þess að ég sá bara allt sem var að og allt sem var ómögulegt og allt sem var hræðilegt og allt sem ég átti eftir að gera og allt sem að, hvernig lífið mitt myndi vera hræðilegt ef ég fær ekki að vinna og lalala, þú veist, allt þetta sem að bara við glímum öll við, skilur við. Þannig við sátum hann og vorum svolítið bara að fara yfir þetta, bara hvað er að bera ábyrgð á sínu eigin lífi? Hvað er þessi ábyrgð? Hvernig get ég sýnt ábyrgð í verki á mínu eigin lífi? Og meina við sátum og við vorum að ræða þetta í alvörunni, mikið bara, þú veist, og öll spjöll sem ég hef átt við Heru eru bara búin að vera eins og bara turbo sálfræðitími hvert einasta skipti. Það er ekki nema að vona að maður kannski farið svolítið hratt á stað vegna þess að ég hef haft hana. Hún er bara búin að vera mitt akkeri, bara svona byrja, þú veist, grípa mig þegar ég skekki, hún þekki mér náttúrulega ótrúlega vel. Bara svona Fjóla, nei, nú ert í ruglinu, þú ert ekki að hugsa þetta rétt. Og maður er bara svona, harsh, en svo bara, ok, þetta er rétt hjá þér. Þannig að, já, ég myndi segja það svona, að ég hefði aldrei geta gert þetta en ég hefði haft þennan leiðbeinanda til þess að grípa mig aðeins, til að hjálpa mér og virkilega svona benda mér á að því ég var vinnu óð og ég bara, þú veist, þó ég væri í minni endurhæfingu þá sótti ég vinnur hérna hingað og þangað alveg bara í ruglinu, sko. Enga veginn tilbúin að fara að vinna vegna þess að taugakerfið mitt var bara að senda mér skýrbóð, bara nei og bara lagði mig niður, bara, ég fekk bara mígrini eftir ég sótti vinnu, því það var bara eitthvað hlustaðu, ég er að reyna að tala við þig og Hera sagði við mig eitt skipti og sagði ef þið langar svona mikið að vera í vinnu hafðu það bara sem vinnuna að vinna í þér og ég svona það er kannski bara fallegt hugafar að hafa og þegar ég var að byrja í þessu ferli og einhver hefði sagt við mig sjálfsvinna þá var ég bara og hvaða vúdú, jóka dóti það, eða skilur en svo áttaði mig á því að sjálfsvinna fyrir mér snýst bara það að leyfa þér að vera að leyfa sárunum með því sem særði þig bara hafa særti allt í lagi þetta má alveg hafa særti lífið má alveg hafa skilið eftir spor í hjartarinu og það er allt í lagi vandamálið er viðnámið sem við erum í gagnvarti við viljum ekki leyfa því að hafa áhrif á okkur vegna þess að það okkur finnst þetta að vera eitthvað veik eða bara nei lífið má bara vera lífið og það er allt í lagi og það er það sem að þetta hefur snúist hjá mér að vera hætt að vera í viðnámi gagvart því sem er menn þetta má bara allt vera svona og viðnámi þýr þá að þegar ég get ekki tekið raunveruleikanum eins og hann byrtist mér heldur vilja hann sé eitthvað annað, eitthvað hugmynd sem ég hef þegar ég vildi ekki horfast í augu við það sem var ég vildi kannski ekki horfast í augu við það að mamma mín hefði valið eitthvað træðilegan mann af því þá var ég kannski að segja að hún var í vond nei, ég er ekki að segja það
ég bara acknowledge the fact að hann var ekki góður maður og þetta var vont fyrir mig. En mamma mín var dásamleg, að því tvennt getur verið rétt á sama tíma. Og þegar þú ert að vinna svona vinnu, þá þarftu rosalega mikið að hafa bak við eyrað að tvennt getur verið rétt á sama tíma. Það tekur í rauninni samviskubiti sem þú ert með í burti frá þér vegna þess að þú ert ekki að segja neitt vont. Það er, sannleikurinn og bara reynslæðin er ekki bara eitthvað svart og hvít. Þetta bara er ekki svo leiðis. Þetta er bara bæði og alls konar og allur regnboginn og hitt og þetta, sko. Það getur bara, sannleikurinn getur verið bara, ég get hafa átt geggjaða mömmu og við áttum heima geggjuðu húsi og bara fjölskyldan bara geggjuð. En mér leið ekki vel. En ég átti samt allt þetta geggjaða. Þannig að það að mér hafi liðið illa þegar ég var barn og ég hafi verið með ótrúlega mikinn ofsakvíða þegar ég var barn og ekki sagt henni frá því. Þýðir ekki að mamma mín hafi verið vond eða ekki til staðar eða eitthvað svoleiðis, sko, alls ekki. Það bara þýðir það ekki og þegar maður fer að fatta það þá leifir maður sér að horfast í augu við það. Maður leifir sér að sjá það. Mér finnst líka svo ótrúlega áhugavert að því ég frekar nýbúin að tala með Ólaf Þór Ævarsson geðlækni og áföll, hvernig þau hafa áhrif á, geta valdið heilsumissi og bæði náttúrulega í taugakerfinu, hvernig það situr, en líka það verða breytingar á heilanum, sjáanlegar. Hann sagði þetta bara svona eins og begla. Veist, og þá er þetta náttúrulega bara við breytumst bara það er fræðilega og það er það og ég fann alveg hjá mér og þegar ég er að tala við ykkur aðra bara æskuna og þá get ég sagt bara mér er bara erfiðast en ég gert að vera barn og þetta er alveg hræðilegt og svo er þetta kannski með einhvern annan sem lendi ekki í ykkurum alls konar áföllum sem var bara þetta var dásamlegt, geggja að vera barn en ég bara sá ekki heiminn eins, mín begla hún var bara að trufla mig ég gat ekki séð heiminn eins og hann var beglan var til staðar en það sem er svo jákvæmt í þetta er að þú getur bara rétt hann af en það tekur tíma og þetta tekur allt saman tíma og fólk getur ekki unni í sér fyrir en það hefur þróskan til þess eins og þú veist að segja ég hef haft hér allt mitt líf en ég var ekki tilbúin í þetta fyrir þarna ég var ekki tilbúin að horfast í augu við þetta vegna þess að ég var í viðnámi hvert því sem var ég vildi bara fá sjúkdómsgreiningu svo ég gæti bara sagt þetta var aldrei ég að því að það er vont ef að þú ert farin að valda þínum eigin sársauka. Það er vont að horfast í augu, það er ógeðslega leiðilegt. En stundum er það kannski bara sannleikurinn. Og það er óþægilegt. Þannig að þetta er svona, ég myndi segja að þetta er svo margslungið að vera til. Já. Þannig að tengslinn við okkur þurfa náttúrulega fremst að vera góð til þess að við getum tengst öðrum. Já, þetta er allan þurftanum fullorðin. Já. Svo ert alltaf að vinna með tengslinn sem þú myndaðir í æsku. Það er þín sýn á það hvernig sambönd við annað fólk virkar. Þannig virka tengslinn. Þau eru svolítið að segja þér hvernig þú átt að vera til þess að geta tengst öðrum. Þannig að segjum til svo ef ég til dæmis á ekki við mig endilega en að segjum bara, jú, gott dæmi. Mamma mín er yndisleg en hún er mjög svona tilfinningalega köld. Mamma mín er ekki mjög svona hún sagði mér alltaf að hún elskaði mig og allt svoleiðis en svona var ekki beint eitthvað svona kúrum upp í sófa og bara flott og allt í lagi en maður minn, ég vel mér síðan mann sem er eiginlega svolítið alveg svo mamma mín vegna þess að það er það sem ég þekki öryggi mitt felst í að ég er með eitthvað sem tæklar tilfinningar eins og mamma tæklar tilfinningar og það er gott fyrir mig, vegna þess að það er öryggi mitt svona, þetta skil ég en ef ég hefði byrjað með einhverjum manni sem að vera bara ótrúlega mikið í tengslu með tilfinningar sína þá hefði ég verið bara, nei bara þetta er bara error, þetta er bara óöryggi þú ert bara að tala um eitthvað sem ég bara get ekki einu svona hort í augu við þannig veljum við okkur á það sem að við þekkjum, þannig hefur reynslan og hvað sem það er reynslan, tengslin, allt þetta hefur áhrif á það hvað við gerum síðan áfram í lífin okkar og því ég fór að sjá þetta bara svona, já mamma mín og maki mín eru mjög svipuð þetta er greinilega sem ég finnst vera örugt og mér finnst þetta gott já, það er gott ég fór bara að verið það sjálf með fyrir það bara svona, en að fatta það bara svona já, ég er að gera þetta Vinkona mín hún skildi og byrjaði svo með nýjum manni og hún var einmitt að tala um sko hvað hann var allt öðruvísi en það var líka því að hún var komin á nýjan stað í lífinu og var orðin opnari þannig að hún fann sér þá greinilega einhvern sem var svona rosa opin já, að því við erum að leita því að því þar er öryggið, það er það sem átt að leitast eftir og því lengri sem ég fari inn í mitt ferli þá er ég bara vá við erum bara svo vel það er bara svona svolítið fyrirfram ákveði bara svona hvernig við funkarum og það er allt í lagi en við erum alltaf að leita eftir öryggi við viljum vera í tengslu við fólk og við viljum tilheyra
þetta bara lífið, skilur, þetta grunnurinn okkar, þetta sem við þurfum. Þannig að ég hef svolítið svona verið að horfast í augu við þegar ég í ójafnvægi, þá skoða ég, hvernig eru tengsli mín, er tengsli mín við eitthvað til það, syni mína eða manni minn eða mömmu mína, eru þau eitthvað off? Nei, það ekki það. Ok, öryggi, er ég að upplifa óöryggi eitthvað staðar? Bara já, kannski, þú veist, þarna. Já, það ástæðan fyrir því að ef eitthvað eitt fyrir aðeins á hliðina, þá dettur bara allt úr balans og því fer bara að líða illa. En þegar ég fór að horfa, því ég vorum að tala um að hegðun er eitt og svo eitthvað sem er í gangi og undir niður er allt annað. En því ég fór alltaf að horfa á þetta út frá þessum 3 þáttum. Þetta eru tengslin, þetta er öryggið og þetta er að tilheyra. Hvað af þessum þáttum er í ójafnvægi hjá mér? Hvað þarf ég að skoða? Hvað þarf ég að laga? Af því mér líður illa okkur núna. Og það var eins og bara því ég var að tala með Heru og hann ég tek hana aftur greiðir þetta eina skipti sem hún truflaði með eitthvað. Ég þarf bara að fá hann í viðtal bara. Hún er geggjuð, hún er best í heimi. Og þá var það að mér fannst ég ekki tilheyra. Mér fannst hún ógna, eitthvað sem hún sagði, hún gerði það ekki, en mér fannst það ógna því að ég myndi tilheyra henni og það truflaði mig og það fór bara allt úr jafnvægi hjá mér. Og það þurfti ekkert mikið meir en þetta að það fór allt á hliðina. Og hún sagði ekki eins og neitt sem var hræðilegt, sko. Ég túlkaði það bara einhvern meginn, skilur og fyrir utan það var það ómerkilegt að ég man ekki eins og hvað hún sagði, skilur en ég man bara viðbröðu mín af því þau voru svo ekkert í takt við það sem átti í stað, en það sem var lág undir niðri var, mér finnst ég ekki tilheyra þér ég hrædd að þú viljir ekki vera með mér lengur ég hrædd að afneiti mér það var það er það ójafnvægi sem myndaðist og þegar maður fer að fatta bara svona ok, ef ég skoða alltaf þessa 3 þætti þegar mér líður illa, hvað er það? Þá get ég sett nafn á þörfina sem ég er með. Ég sé þetta pínu fyrir mér eins og koll með 3 fætur. Já. Þú veist, ef einn fóturinn er tekinn undan, þá reynir kollurinn. Ég noti þetta svolítið þegar ég er að tala um heilsu að því að andleg, líkamleg og félagsleg heilsa, þetta eru svona 3 stóðir. Já. Þetta er eiginlega eins. Bara ef einn fóturinn er tekinn undan, öryggið eða tilheyra eða tengslin. Það er, já, þegar einhverju sé svona, ef þú upplifir að einhverju sé ógnað. Já. Þetta þýðir ekkert að eitthvað hafi verið að gerast, þetta er upplifinu þín. Já, bara upplifinu þín var kannski, kannski, og þetta gerist ekki meðvitað. Þannig að það sem að ég hef lært þessu í þessari öllu mínu ferli er að þetta snýst allt að verða svolítið meðvitaður allt þetta ómeðvitað sem er í gangi í hausnum maður. Já, einmitt. Þetta snýst bara það, þú ert bara að fatta, já, ok, þetta byrtist svona. Ok, tengjum við þetta. Já, og þetta er það sem við erum að gera. Við erum alltaf bara að reyna að vera meðvitið allt sem gerist svo ómeðvitað hjá okkur. Öll þessi viðbrögð, allir þessi varnaþættir, allt sem við erum að gera. Við erum ekki bara þetta hérna í framheilunum okkar. Nei. Það er bara einn hlut af okkur, en við viljum svolítið bara vera framheilun okkar og svolítið taka af okkur að við erum líka bara mannvera. Við erum homo sapiens. Hvað þýðir að vera homo sapiens? Það er miklu meira en að vera framheili skilur, það er bara miklu meira og þegar ég fyrir að skoða þetta svolítið svoleiðis þegar ég fór að skoða bara já ok, byrju ég sem homo sapiens fer í hérna gegnum þessi áföll fór svona að horfa á mig bara eins og manndýr skilur, þá var ég bara svona já, ég virka svona já, veistu, því ég fór að taka mig sem personu og fór bara að horfa á mig bara eins og þú allir vita íslensku fjárhundur kann að smala hann bara fæðist og þetta er bara instinktið hans er bara að smala við erum líka með svona eðliskvöld hún er bara öðrýst, við erum ekki að fara að smala en við erum alltaf að smala okkur í átt á öryggi það er það sem við erum alltaf að gera, við erum alltaf að finna þetta blessað öryggi og það er svolítið skemmtilegt þegar maður fyrir að fatta það bara svona, já skemmtilegt og vera meðvitaður þetta algjörlega orðið meðvitund er búið að sitja svo ótrúlega með mér á þessu ári ég nefnilega fór í nám í markþjálfun hjá hérna Virkja og þar fór ég svolítið svona inn í námið bara svona því mér langaði svona að finna mér að jafnvægi það var svona það sem ég hélt en ég kom út úr því með hugrekki og meðvitund og það var svo fallegt og svo þetta er svo magnar það er ákveðin sjálfsfinna 100% líka því að þetta snýst að vera svolítið meðvitaður þig og geta gripið þig að því ef þú ert ekki meðvitaður þá getur heldur ekki gripið þig þú ert bara algjörlega ófæri að grípa þig og það er svolítið brás og þá eiginlega tekur aður fullt af tækifærum til þess að aðstoða þig að hjálpa þér á fætur en ekki sparka í lengjandi sem þú myndi gera að þú ert algjörlega ómeðvitaður það hvað er í gangi innra með þér og ég til dæmis var mjög ómeðvituð sjálfa mig rosalega og ég var yfir þannig að áður en ég fann einhverja tilfinningu ef ég var bara ein heima ef ég var ekki að vinna
eða sinna börnunum mínum, þá var ég bara heima og það var kveikt á sjónvarpi og helst útvarpi og líka með eitthvað í símanum og bara nógu mikið áreiti til þess að þurfi ekki að líða neitt. En ef ég fann að mér var að fara að líða eitthvað, þá greip ég og fekk mér áfengi. Ég myndi ekki segja að ég hafi verið alkohólisti, vegna þess að ég á ekki vandamálum að drekka mig fulla en eitt svolítið. Ég greip alltaf í áfengi til þess að sefa tilfinninguna. Ég notaði áfengi sem róandi, fyrirbyggjandi af því ég fann að það gæti mögulega kannski eitthvað tilfinning læðist upp á yfirborð og mér fannst óþægilegt. Að ég kunni ekki að tækla hana. Og taugakerfið mitt túlkaði bara þannig að við líður eitthvað, þá er það hættulegt. Og þegar ég var bara svona, já, ok, þú veist, mitt kerfi, það upplifir ekki öryggi gagnvart því að líða neitt. Þannig að minn gluggi, þolgluggi, svona tilfinninga, hann var bara mjög lítill. Þannig ég þurfti að vera með endalaus bjargráð til þess að reyna að halda mér í glugganum svo ég væri ekki komin í bara einhverja algjörlega, einhverja oförfun eða bara vanörfun, skilurðu. Og þannig að þegar maður var að fatta bara, já, ok, þú veist, mín vinna felst í að stækka hana glugga sem ég get leyft mér að líða. Bara leyft mér að vera. Án þess ég detti eitthvað ástand, sko. Það er svona það sem ég hefur svolítið verið að læra, kannski núna. Og skilja hana gluggan minn, þolgluggan minn. Ertu þá með einhver ráð til þeirra sem er að hlusta? Þú veist, hvernig getum við alveg okkur sjálfu aftur? Já, ondjóks. Það er fullt af ráðum. En ég held í alvörunni að fyrsta sem við þurfum alltaf að gera er alltaf að komast í tengslu okkur sjálf. Af því að hvað ætlar að gera ef þú veist ekki alveg hver þú ert? Ég upplifði það mjög sterkt hjá mér að ég vissi ekki hver ég var og ég held að margar konur upplifði að búin að eignast börn og þú ert bara mamma. Eða ég er bara bankastarfsmaður eða ég er bara kenna. Nei. Hver er þarna undir niðri? Hvað viltu? Og þegar þú ert ekki alveg komin í svona kannski tengsl við það, hvað þú vilt fyrir þig og hver þú ert, það verður bara svolítið bras. Það verður bara að segja eins og er. Ég held að það var alltaf grunnurinn minn, var alltaf að finna mig. Það var alltaf fyrsta sem ég gerði. Og eins og þegar við hér sátum á spýrinu, hún ætla stjörnuspekingur og við vorum með stjörnukortið mitt uppi okkur með einasta degi, þarna á þriði degi, að fara yfir bara, þú veist, hver ertu? Bara þessi stað er svona hjá þér, býtu, hvernig upplifir þessa tilfinningar og hvernig upplifir þetta og við vorum bara að fara yfir þetta, bara svolítið svona, ég er að fara í kórið mitt. Hver er þessi kona? Og það gerðist bara svo margt hjá mér þegar ég fór að skilja mig og virða mig að því ég vissi hver ég var og vissi fyrir hvað ég stend. Og þá myndaðist bara svo mikil sjálfsvirðing í verki þegar ég áttaði mig á því. Og ég fór að geta hort á reynsluna mína. En ég gata ekki fyrr en ég fann mig. Það var alltaf grunnurinn minn, var bara, þú veist, hver ertu? Hvern er ég eiginlega að virða hérna? Er það konan að Hjörvars? Nei. Við erum ekki að virða hana, þú veist, það er bara einn hattur sem með. En hver ert þú? Bara hvað, veistu, ég fór alveg yfir í svona spurningabræður, hvernig langar þig að klæða þig ef þú ert ekki að horfa á alla bara hérna út í samfélaginu? Hvernig langar þig að klæða þig? Hvað finnst þér flott? Og ég var bara svona, er það ekki bara tískan? Nei. Ég er með mjög spes fatastíl, svona elegant fatastíl og mér finnst það bara dásamlegt að fá að klæða mig þannig. Það er bara besta sem ég geri. Er þetta í tísku? Nei. Get ég keypt ykkur búð? Nei, sjaldnast. Skilurðu? Og það er allt í lagi. En þetta er það sem ég finnst flott og ég hafði ekki hugrekki að þor til þess að klæða mig kannski eins og mig langaði að klæða mig vegna þess að ég var mikið að passa að fitta inn í samfélagið og í rauninni fela mig af því það að vera kannski of áberandi var hættumerki. Þetta er fallin í hópin. Já, og það er bara, stundum er það bara langar manni það bara og maður er að gera allt til að falla manni í hópin og vera ekki þannig sé séður en ég myndi segja þú veist að það fyrir mér var alltaf fyrsta skrefið og út frá því hafi ég svo sem bara náða að fatta hvað ég var að virða og að því að sjálfsvirðing og sjálfsástur hún kemur heldur ekki á einum degi og við setjum oft mjög óraunhæfa væntingar ef þetta gerist ekki í dag eða morgun þá bara hættu við þessu en þetta snýst að mæta þér aftur og aftur og aftur og aftur þannig að þú finnir fyrir öryggi að þegar það kemur einhver tilfinning þá veist að hún er ekki fyrir að taka yfir lífið þitt fyrst var það þannig á mér, ég fann fyrir kvíða og einhverju og ég fekk svo mikinn ofsakvíða að tilfinningi tók bara líf mitt skilur, þegar ég lifði henni að koma. En núna er ég búin að vera að vanda mig bara aftur og aftur og aftur og bara mæta sjálfur mér. Og þetta er bara reynsla, endurtekning, aftur og búa til öryggi. Og þetta er ekki eitthvað sem fólk vil heyra vegna þess að
við viljum oft geta sagt farið bara í jóga, skilur, og þetta er jóga partur á þessu bara fyrir ótrúlega marga og þetta ásamlegt. Af því það er kannski eina stundin þess að þau komast í ró. Já, en svo er þetta líka, skilur, þú veist, hvenær ertu bara í ró í hausnum að þeirra, því það getur verið fullt í kringum, ég get labbað með kringlunni, en ef ég er ekki róleg í höfðin á mér, það er ég ekki róleg. Af því ég, eiginlega svona, sem ég svona, sagði að því að þegar ég var í þessu ferli, það þjáðist ég eiginlega meira í höfðin á mér, heldur nokkuð tíman í því sem var í gangi í raunveruleikunum. Raunveruleikin var ekkert svo ræðilegur, en hausin á mér, ég þjáðist þar. Hugsunum mínum, ég þjáðist þar. Og það er svolítið svona sem að maður þarf svolítið að svona, já, ok, þetta er kannski ekki að samfélagið sem vond eða heimurinn sem vondur, hugsanina mínar voru ekki fallegar. Og ég þjáðist í þeim. Og ég þurfti að ná stjórna þeim. Ekki til að segja að þeir mætti ekki vera þarna, heldur bara til að lifa að vera þarna en hafa ekkert vægi. Þeir eru ekki líf mitt þó að sé þarna. Ég tek bara eftir þeim og ég er bara, vá, þetta er mjög skrítið. Og svo bara reynir maður að halda fram að lifa. En heilin trúi bara því sem við hugsum. Hann gerir það og hann bregst við hugsunum okkar. Ef að hugsunum eru mjög raunverulegar, þá bregst hann bara við eins og það sé það sem er að gerast í raun og veru. Og maður þarf svolítið að átta sig á því, bara svona, já, ok, þú veist, þess vegna er mjög mikilvægt að maður ná að stoppa sig af. En ef þú ætlar aldrei að veita þér, veita þessu rými, að því eins og í mínu tilfelli þá ég var með mjög ljótar hugsanir, en þegar ég fattaði að grunnurinn aðeins mér alltaf svo sami. Ég er óörugg. Ég var hrædd að Kim Jong-un eða Putin eða Trump eða eitthvað væri að fara að koma að rústa heiminum. Já, af því það var miklu auðveldar að vera kvíðin undan því. Heldur nokkuð tíminn að horfast í augu við það að það hafi eitthvað maður þegar ég var 4-5 ára að rústa heiminum mínum. Ég var að endur upplifa aftur og aftur og aftur og aftur sama áfallið endalaust. En það fekk bara alltaf á sér nýtt nafn og nýja mynd og nýjar aðstæður, en grunnurinn var svo sami. Og þau fara að fatta bara svona, þú veist, hugsanir er að segja þér eitthvað, það gæti verið lykillinn inn í eitthvað og það er allt í lagi, skilurðu, en það eins og það birtast er eins og ég sá alltaf fyrir mér heimsendi, það var kvíði minn, dauði og heimsendir, en þegar ég fór að fatta bara svona, já, þetta var minn heimsendir. Þarna hætti ég að vera ég. Þarna upplifði ég minn heimsendi og svo fekk hann bara á sig, eins og ég segi, nýtt nafn, nýja mynd, nýjar aðstæður, skilur, og svona var þetta bara að lúpa og fortíðin alltaf að minna á sig í núinu án þess að ég hafi fattað það, vegna þess að hún minnir ekki á sig á nákvæmlega einshátt, það er bara eitthvað, ef það er eitthvað pínulega lítið, mögulega eitthvað sem getur mögulega mynd á það sem gerðist ekkert svona slæmt, þá bregðastu við. Við erum aldrei að leitast eftir sömu aðstæðum og voru eitthvað tímann okkur óþægilegur, heldur bara eitthvað sem minnir á þar og þá rekkur kerfið í gang og það reynir að verja þig. Og stundum með vörnina að bara telja að trúum að lífið sé bara að enda og þú sett bara að fara að deyja, vegna þess að það heldur þér allan í rúminu og upptekinni og þá ert allan ekki, þú ert bara þarna á meðan, skilurðu. Og það fyrir maður að fatta bara svona, já, ok, kerfið er bara að hjálpa mér þarna. Það var ekki slæmt. Þetta er bara viðbragð. Við töluðum að vera svo mikilvægt að finna rót vandans. En ef að fólk finnur aldrei rótina, finnur ekki hvað áfallið var, af því það bara er áföllin. Já, og það er líka stundum með þú ert með áföll, það bara er líka með hérna og hugurinn að gera það greiða með að láta bara gleyma þeim. Vegna svo þú ert ekki tilbúin að takast á þau og þú ert ekki tilbúin að sjá þau. Og þú verður ekkert tilbúnari ef þú gerir ekki neitt. Skilur, þannig að þú veist, og stundum felst þetta líki bara, ok, alveg sama hvað gerðist. Þá ætlum ég samt að veita þessari tilfinningu og þessum hugsunum, ég ætla samt að veita þeim bara það sem þær þurfa. Þær er að segja mér eitthvað. Er það óöryggi? Er það að ég tilheyri ekki? Er það að ég tengist ekki neinum, að ég sé bara ein? Skilur af því að eins og þetta, ég var að segja að ótti með að vera hafnað, svona fear of abandonment er alveg alvöru dæmi og tengist tengslunum okkar ótrúlega mikið að ef ég er í sambandi til dæmis og ég er bara fullorðin hérna og ég er með mikil kvíðatengsl, svona týpentengsl, þá ef að maki minn sýnir mér einhverja smá vott af glætu að hann geti mögulega vilja að fara frá mér, þá væri ég bara svona klingi og ég bara elskaði mig, segðu mér, myndir aldrei fara frá mér, bara, kotti hérna, skilur, og ég gerir þetta því ég er með þessi tengsla rosa mikið, ég bara,
getur þú leið onna mér og sagt við mig, þú myndir aldrei fara frá mér, skilur, maður er búin að gifta mér í 10 ár, skilur, hann er bara eitthvað ég er aldrei að fara frá þér, skilur svona, og ég er bara eitthvað, ég var svo hræddum að ég sé að fara að missa hann en síðan tekur eitthvað sem er með forðunatengsl til dæmis maka minn, en hann er kannski ekki með svona stert svona, ekki þetta viðbrað hann vill fara áður en eitthvað getur farið frá honum maður hefur heyrt þetta, já og það getur verið rosalega erfitt að þú vilt flýja áður en að eitthvað fari einu svona tækifæri til þess að yfirgefa þig en ef þú ert með örugg tengsl og þú til líði vel bara, þú veist, þá má alveg koma eitthvað pínu sveiflur og hitta þetta, það þýðir ekki að heimurinn sé að farast en þegar þú ert óöruggur þá líður þér virkilega eins og heimurinn sé bara að farast og bara allir sé að fara frá þér og þú ert að fara að enda einu og hvað ætla ég að gera og hugurinn fyrir bara alveg á milljón, skilur en að finna fyrir örygginu og að búa til örugg tengsl við sjálfan sig eins og hjá mér ég veit núna í dag sem ég vissi alls ekki þá að ef ég bara enda ein bara maki myndi fara frá mér það er það allt í lagi vegna þess að ég veit að ég er geggjuð og mér líður ótrúlega vel með mér en ég vel að vera með makanum mínum ég þarf það ekki en ég vel mér að gera það ég vil það ég vil vera með honum þannig að þú veist á hvaða forsendum ert að gera allt sem það gerir í lífinu einu það er svona þessi pæling sko en þetta er bara mjög fallegt sko Ég fór alltaf hérna velta fyrir mér að því að þú menntaði þig síðan, þú veist, í þessum fræðum, þú veist, með tengslinn og eitthvað, heldur það hafi verið bara svona ómeðvitað? Að það var eitthvað sem þú... Já, nei, eiginlega ekki. Ég hef alltaf haft rosalega mikið, sko, ómeðvitað af vissu leyti, en svo þegar ég fór að fatta bara svona, þú veist, þetta er grunnur minn. Grunnur minn í lífinu er óöryggi. Það er það sem ég kem með inn á fullorðinsárum. Og ég geti skilið það svo vel vegna þess að ég er búin að vera mikið óörugg en hvort ég bara veit ekki, mér finnst það erfið spurning Hvað ertu menntið? Ég er kennari ég er að læra foreldrafræðslu og upplýsagjöf og er að klára það ég er að búið með það heitir somatic attachment therapy og polyvagal sem er hann að taugakerfið þetta er svona það sem ég er búin að vinna með núna að skilja Mér finnst alltaf bara svo áhverð hvaða starfsvettvang að velja sér þú veist, ég tók bara þetta fyrir mig að ég er talsmaður barna það er það sem ég er og það skiptir engum máli hvort þú ert barni í svona bara literal merkingu eða hvort að við sem að tala innra barni ég er talsmaður barna ég er hér fyrir börn ég fæddist hérna til þess að hjálpa börnum að búa til öryggi fyrir börn það er það sem ég vil gera og ég held að svona, eins og maður segir, veist, ég veit oft ekkert alveg af hverju ég ger einhverja hluti og við vitum það oft ekkert alveg sjálf en undir meðnin, hún veit það. Hún veit alveg hvert þú vilt fara og hvað þú átt að vera að gera. En nákvæmlega af hverju ég valdi þetta, ef ég voru alveg hinskilinn, þá bara eitt daginn, þá bara vaknaði ég eitthvað, ég ætla að fara á háskólanum, ég ætla að bara renna niður og svo er bara þetta, ég ætla að skrá mig í þetta nám. Já, bara já, ok, ég ætla að skrá mig í þetta nám og bara gerði það. Og fann mig alveg bara ótrúlega mikið. Að því ég veit að reynsla mín og skilningur, hún er bara svo ótrúlega dýrmætt og hún sé ótrúlega erfið. En hún er dýrmætt til að skilja uppeldi, skilja hvaða áhrif það hefur, skilja hvaða áhrif það hefur á taugakerfi og hvernig okkur líður bara almennt í lífinu. Ef þú skilur ekki að líðanir sem þú ert með er eðlileg, þá finnst þér þú alltaf vera eitthvað skrítin. Og þá ert alltaf að fela þig vegna þess að þú ert óeðlilegur. Af því það getur ekki tilheyrt. Það kemur alltaf inn á alltaf sömu 3 þætti og eins og fyrir mig sem ég svona kannski mest búin að læra er að ég held að því nú trúi ég á eitthvað aðra alveg bara 100% ég er alveg þar en ástæðan fyrir að við erum öll á svona jörð við erum að reyna að læra á tilfinningarnar okkar lífið eru bara tilfinningar og við föttum það oft ekki að því að en við annarkvort getum mætt þeim og við getum skilið þær og virta þær eða við erum að eyða lífinu í að forðast þær komast í burtu frá þeim, komast hjá þeim vannvirða þær, ekki hlusta á þær allt þetta, við erum alltaf að tala um tilfinningar þær eru bara rosalega stór partur af okkur og það er ekkert bara kvíði eða gleði það er tilfinningaskalinn er alls konar bara fólki finnst óþægilegt að líða óþægilega já, og það er óþægilegt en ef þú kannt ekki sitja með óþægendunum og vita að þetta er tímabundin óþægendi lífið þetta er ekki að fara að vera óþægilegt en þetta er mjög óþægilegt núna en þegar þú getur sagt það við sjálfa þig
bara þetta óþægilegt. Ég bara virði það við sjálfa mig að það hvernig mér líður og eins og hvernig mér líður stundum þegar ég detti einhvern niðurspíra sem gerist alveg á mig líka. Þetta rosalega vont og ég skil vel að fólk vilji forðast þetta. En ég veit líka að það ekki gott fyrir mig að forðast þetta. En ég veit líka daginn þegar ég var algjörlega í ruglunum, þá fekk ég mig bara bjór, ég bara greip í bjargráðið mitt, ég bara gerði það, ekki falleg, jú, það alveg fallegt, ég bara reyna að passa mig ef ég ætla að fá mér áfengi þá sé ég hella upp á gleði og gaman, skilur, að nota þið á réttum forsendum. En ég gerði hitt vegna þess að lífið varð mér bara aðeins ofið og ég var bara, ok, ég veit ég get gert þetta til þess að kópa, bara aðeins, þetta of mikið fyrir mig núna. Vegna þess að opna eins og bara ég opna mjög stórt áfall hjá mér. Og það getur haft þetta rosalega vont, þú veist, ég get verið og talað eins og allt sé bara í lagi, það ekkert í lagi. Mér ekki búið að líða í lagi, mér ekki búið að líða endilega mikið vel. En ég veit þetta bara mannleg tilvist, hún bara svona og reynslan hefur svona áhrif og það allt í lagi og stundum verði það mér alveg ofið og þá grípi ég ykkur bjargráð, en ég geri það meðvitað. Ég geri það ekki til að forðast eitthvað heldur, þarna bara þurfti ég að bara fá pásu. En svo þetta svolítið skemmtilegt með þetta að það kemur í svona bylgjum, skilur. Minna stundum þetta erfitt og svo komið dagur eins og í dag þar sem allt bara dásamlegt, skilur. Lífið bara dásamlegt. Það ekkert að trufla mig. En ef það talaði fyrir viku þá bara var alltaf að trufla mig, skilur, þú veist. Þannig að þetta svolítið svona, þú veist, að þó einhver segir bara, já, manni líði ekki vel, eða, þú veist, það þýðir ekki að manni líði ekki vel 365 daga ársins. Nei. Það þýðir að einhver hluta af þessu ári ertu kannski að glíma með erfiðar tilfinningar og það allt í lagi. Mér finnst svo ótrúlega falleg samlíking. Það var einhver sem að horfði upp í skýin og tunglið var fullt tungl og skýin kom og fóru fyrir. Já. En hún vissi að tunglið var ennþá þarna. Og hún sagði að það satt svo með henni. Þá veit hún að hlutinir þarna þó við sjáum það ekki. Já, og maður þarf svolítið að fatta þetta í lífinu bara til þess að geta kópað í öllu þessu sem að gengur á. Og ég meina, svo getur maður farið yfir það bara, þú veist, við búum mjög hröður samfélagi sem gerir okkur kannski ekki alveg kleift að leyfa tilfinningum að klárast og fara bara sem managang og veist, af því að við erum öll að drífa okkur, við erum að drífa okkur að fara í ræktina, við erum að drífa okkur að vera í vinnuna, við erum að drífa okkur þessu, við erum aldrei í ró, skilurðu. Þannig að það líka hitt að veita sér það að leyfa sér að vera í ró. Bara, ég þarf kannski ekki að endilega vinna 100% vinnu þó að allir gera það vegna sem mér langar fyrir sjálfa mig að leyfa mér að fara í sund á mótnana og leyfa mér að vera í vatninu. Ok, það bara dásamlegt. Leyfðu þér það þá. Það gott að allir myndi hugsa svona. Já, en þú þarft að ná sjálfsvirðingu til þess að geta hugsa svona. Af því ef þú ert bara að hlaupa frá lífinu og sjálfriðir og setja þarfir allra annara fyrir fram að þínar eigin, þá mjög erfitt að hugsa svona og það ómögulegt. Og það mjög margir sem væri bara já, en þú veist, þetta bara eitthvað sumir geta að hugsa svona. Nei, þú veist, þetta bara tekur tíma og þetta ekki, það gerist ekki á einum degi. Nei, mér finnst líka alveg sorglega þegar fólk afsakar, ég bara í 50% vinnu. Bara geðveikt. Það meinar, það ekki bara, þú veist. Já, það bara geggja fyrir þig. Örglega, þú veist, hinn vinnan bara, eins og þú veist segja, innri vinnan. Já, líka bara leyfa sér að vera. Já. Þú veist, við erum, sko, Íslendingar eru náttúrulega vinnusjúkir. Við skilgrunum okkur af vinnunni. Ef við höfum ekki vinnun að tala hvað ætlar að tala þá? Veðrið. Já, þú veist, ég meina, þetta svolítið skrítið, skilur við. Við erum svolítið með svona bara topika að það ekki vinnan eða veðrið eða við erum að slúðra einhverju, hvað ætlar þá að tala? Og maður svona, já, einmitt, hvað ætlar maður þá að tala um? Og þessi vinna svona, vissuleiti fer ég bara svona, ok, hvað tala maður ef maður bara rólegur? Og það það sem mér fannst erfitt fyrst, því það var ég bara hvernig á ég samskipti við fólk, eiginlega. Skilur, þú veist, ég meina, ég veit það ekki. Þannig það var svolítið svona bras. Svo líka svo dýrmætt að upplifa sko að ef þér finnst gott að vera í þögn með einhverjum, það rosalega gott. Já, og þú finnur ekki að ekkert óöryggi sem kemur. Að það ofta ástæðan fyrir að, þú veist, óöryggi kemur upp. En mér fannst mjög erfitt að vera í þögn. Ég svona tildulega nýbúin að læra það sko. Að slökkva á öllu áriti heima hjá mér og fara út að labba, ekki að hlusta podcast. Það mjög skrítið. Þá var ég bara svona, ég heyri bara í fuglunum og ég bara hér. En svo fer ég vilt út að labba með podcastið eitthvað í rennum. En að gera líka stundum að bara vera. Án þess að þú sett að fara að sofa. Af því við gerum það oft bara þegar við fara að sofa þá leifum okkur að vera. Við erum í baði,
þá horfum við kannski á okkur eitthvað í tölvunni eða við erum í sturtu og þá er kveikt á tónlist eða þú veist, við erum ofta að passa okkur að vera ekki með okkur. Já, mér sem fólk alltaf í símanum með það að borða. Já. Það er bara ein regla mínu heimili, aldrei síma kvöldmáta tíma. En síðan er það sem er líka, sem er slæmt við þetta, þegar þú fer að pæla í bara eins og símum og annað, og ég er búin að vera að grípa sjálf með þetta, er að þú ert með svona samfélagsmiðla og alls konar svona, þá getur orðið svo háður því, og getur verið með bara, í rauninni bara ákveðin tengsl gagvart bara samfélagsmiðlum, þeir eru bara, herðu, er ég samfélagslega samþyktur? Er eitthvað að fylgjast með mér? Hvað fæ ég mörg like? Þú veist, við verðum svo obsessed af þessu í þessum tilgangi að horfa á þetta svona og maður svona, já, ok, þetta er ekki gott. Af því þá erum við að taka tengsli sem við getum átt við hvort annað og skipta það út fyrir 30 likes. Skilur við? Því það er allan að 30. Og þá finnst okkur við kannski vera eitthvað meira virði. En grunnurinn er alltaf sá að þú þarft að finna virði þitt. Það liggur ekki inn á samfélagsmiðlum. Það liggur ekki í lækum og það liggur ekki í neinu. Þú þarft að finna það bara fyrir þig. En við erum svolítið í ruglunni gagvart þessu og við setjum virðið okkar á samfélagsmiðlun okkar, á hvað við erum með marga followers, hvað við erum með, þú veist. Já, á glansmyndirnar, sko, því að fólk hefur yfirleitt bara deilað gleðistundunum. Já, en ekki raunveruleikanum eins og hann er bara í raun og veru, sko. Og þá fáum við líka mjög brenglega mynd á það bara hvað er lífið. Hvernig er það? Og mér hefur fundist eins og á mínum miðli mjög mikilvægt að deila líka að lífið mitt er ekki fullkomið og ég er ekki, skilur, þú veist, ég er geggjuð. En ég á líka dagar sem ég er ekkert endilega eitthvað sérstaklega geggjuð, skilur, og það er allt í lagi. Og bara deila því báður, sko. En þegar maður fyrir að fatta svona, þú veist, að þegar þú verður svona obsessed af til dæmis samfélagsmiðlunum, þá ert í mikill í skekkju. Þegar þú veist ekki að tengjast mannfólki og það er það sem þú þarft. Að við gleymum fólkinu sem er fyrir framan okkur, vegna þess að við erum svo föst í símanum. Og ég tek bara eftir þess með ég á 15 ára strák í símanum. Og ég er bara, heyrðu, núna ertu með okkur. Við ætlum að vera hérna saman. Má bjóða þar að leggja niður síman. Ég held að þetta sé bara þessi kynslað. Bara símin er bara fastur við hendina. En ég meina, mamma minn er líka svona, sko. Eða skilur, og maðurinn minn líka, og maður er oft bara þegar við erum með matabóð, bara svona, herðu, eigum við bara að stoppa. Eigum bara að vera. En ég er alveg líka svona. Ég þarf alveg líka að grípa mig. Öll alltaf að kíkja í síman, sko, en þetta er bara svona mismikið. Sumir er bara allan dagi. Já, þetta er mismikið fíkn. Og fíknin snýst að vera samþyktur. Skilur við? Annarkvort fjarveran, að skrolla, eða þú setja posta eða til þess að fá okkur ákveðin like eða reply á storyið þitt eða whatever til þess að fólk hlæja þér. Ok, ég er skemmtileg. Já, ok, ég fyndi. Já, ok, ég þetta. Og það kemur inn á svona bara á hvað forsendum ert að gera það sem það gerir í lífinu. Eftir hver ert að sækjast? Ert að hella upp og gleði eða sorg? Skilur þú veist, ég meina, það er, þú veist, og mér er fundist þetta að vera góð pæling. Já, æðislegt. En hérna, sko, ég spyr alla sem koma til mín, hvað er heilsa? Því nú mistir þú heilsuna þarna á þessu tímabili. Þannig að hefurðu endurmetið kannski hvað heilsa er frá því áður? Já, 100%. Ég myndi segja að heilsa fyrir mér er stóllinn sem hún nefndir á hann. Þú ert með alla fæturnar, skilur og þú getur ekki tekið einn í burtu. Þetta er allt samhangandi, þannig að fyrir mér er þetta bara, þú þarft að vera í tengslu við sjálfa þig. Þú þarft að vera í tengslu við tilfinningarna þinnar. En þú þarft líka að hreyfa þig og borða holt og ekki af því þú þarft að gera það. Heldur að því þú velur að gera það fyrir þig af því þú elskar þig og þið langar að gera þetta fyrir þig af því að þetta kemur alltaf nýra á hvað forsendum ert að gera þetta er það til þess að vera samfélagslega samþykkt og mjó og fín og sæt og svo að þú getur alltaf að lúkað fyrir að vera fín eða veist, ég veit ekki vegna þess að þegar ég var áður þá mér finnst ég alltaf hafa litið ótrúlega vel út mér er aldrei fundist, ég hef aldrei verið í eitthvað svona aldrei hugsað að ég sé eitthvað ljótið eitthvað, bara aldrei en ég mætti ræktina á röngum forsendum. Ég mætti til þess að verða flott. Ekki til að vera heilbrigð. En núna er ég búin að passa mig að ég er ekki að velja mér að borða holt til að ég geti verið flott og mjó eða með sixpack. Heldur bara því mér langar að vera heilbrigð. Ég er að gera það sem ég er að gera á þeim forsendum að ég er að virða sjálfa mig. Ég er ekki að píska mig áfram. Ég er ekki að sparka mig leggjandi. Ég er bara að hjálpa mér að fætur að reyna að gera þetta fyrir mig á þeim forsendum sem eru bara mjög heilbrigðar. Það er svolítið markmiðið mitt með þessu spjalli og að deila þeim sannleika út.
það sé, já, mitt hjartans mál. Bara á hvaða forsendum ert að gera þetta. Og svo lengi sem ert að gera þetta á réttum forsendum, þá er það bara frábært. En annars ert í skekkju. En finnst þér þú það hafa fengið heilsuna þína tilbaka? Ég er ekki alveg búin að fá heilsunum minni tilbaka, nei. Ég er ennþá bara að setja þetta núna og ég held að raskinni mín sem búin að hrista svona, ég bara síðan ég settist þetta niður, skilur þú spyrir bara með stanslösa kippi. En það er alltaf lægi. Ég veit alveg hvað er að segja mér. Það er að segja við mig núna, þetta þessi kipir, þið finnst mjög erfitt að koma sannleikan einum út. Tekur á þig. Við getum sagt þess að töga kippi í rassinum á mér. Já, það er alveg rétt hjá okkur. En takk fyrir bara að vera svona einlæg og deila með okkur þessari sögu. Já, ég bara vona að ég hef náða að koma þessu nægilega vel frá mér. Þetta er svona, þegar við erum í svona óundibúnum podcast-dæti eins og núna, ég vanlega skipulega allt sem ég geri, en svo núna var ég bara, nei, ég ætla bara að spjalla. Það er erfitt að setja kannski eitthvað svona sögu í eitthvað form. Hvernig líður með þetta? Mér líður bara mjög vel. Ég held að ég hafi bara náða að koma öllu ótrúlega vel frá mér, en ég er samt svona eitthvað, tengslin, náði ég að útskýra það nægilega vel. Svo var ég bara eitthvað, já, ég veist að þetta kemur þá bara áttur. Er ég að gleyma að spyrja einhverju? Eitthvað svona sem ég langar sérstaklega að koma framfæri sem ég er ekki búin að spyrja? Ég held ekki. Ég held að við náðum að kofera mjög margt. En, þú veist, nú er ég bara að hugsa um að töga kippi í rassinum á mig, nú er ég bara en nú var ég bara alveg dottin út. Ég held bara í alvörunni að ég sé bara ótrúlega ánum með þetta spjall og ég vona fyrir aðra að ég verði innblástur í þeirra vegferð. Það er bara óski mín og ef það er eitthvað sem ég get gert til að hjálpa einhverjum, það er ég er bara opin bók og ef að saga mín getur hjálpað einhverjum, þá er ég bara, þú veist, og þetta er bara hluti af sögunni, skilur. Svo kemur út bókin mín og hún var í geggjuð. Ég er alveg viss um það. Það fara allir að kaupa hana? Já, þegar hún kemur út. En hérna... Ertu með einhverja svona markmið hvernig það langar að gefa hann út? Ekki núna jólun held ég, næstu jól held ég. Ég er svona mista líklegt, en ég veit það ekki. En þetta er bara, já, bara svona sjálfsæfisaga, basically. Með bara ást og umhyggju kærleika leiðaljósi. Og hérna, en annars held ég að ég sé að koma flest öllu frá mér sem ég þurft að segja. Í þetta sinn allavega. Já, það var eitthvað aðra sem liti okkur saman, sko. Já, það var 100% mig. Þannig að við áttum að hittast. Ég átti að segja frá þessum part af minni sögu. Og kannski, já, eins og ég segi, hjálpar það einhverjum. Já, ég er bara alveg viss um það, sko. Alveg 100%. Ég bara krossa fingur. Já. Þú vonaði besta. Einmitt. Þannig að, ef að fólk vil finna þig, þá er það á Instagram. Já. Vöxtur og... Vaxa og blómstra. Vaxa og blómstra, fyrir ekki? Já, vaxa og blómstra. Það er bara aðalega þar. Og svo er eini follower sem að vaxa og blómstra er með, það er ég. Þannig að það er líka mjög auðvelt að finna mig þar. Okay. Þannig að þetta er besta að gera þannig. En bara takk aftur fyrir að koma og gefa þið tíma í svo dásamlega veðri sem er loksins komið aftur. Já, og ég bara takk æðislega fyrir að taka mót mér. Já, mín er sko ánægin. Nei, þetta var bara dásalegt. Og ég er alveg vissum að hlustandi séu sammála mér þar. Já, vonandi. Lært hendling, sko. Æðislegt. Vonandi. Bye bye. Bye. Og svo langar mér nú að skjóta inn í líka að það er sumarnámskeið hjá Ungbarnasundi Erlu 8. til 25. júlí og það er 3 vikna námskeið, kent 2 í viku. Framhaldshópurinn klukkan 10, hann er fyrir alltaf 2,5 árs gömul börn. Hvort sem þið hafa verið í Ungbarnasundi áður eða ekki. Og síðan er það 2 byrjendahópar, 1 klukkan 10:50 og annar klukkan 11:40. Ef það fyllist, þá hef ég tækifæri á því að bjóða upp á bæta við tíma. Síðan er það haustnámskeið sem hefst þarna í lok ágúst, 27. ágúst og þá byrjum við aftur að vera einu sinni viku á þriðjudögum og það er seinni partinn. Fyrstu tímanir byrja klukkan 3 og síðustu tímanir eru búnir klukkan 8. Og það er hægt að sjá þetta allt inn á ungbarnasunderlu.is og þar smellið þið bara á umsókn og þá opnast Eibler síða með öllum námskeiðunum sem er í boði og þið sjáu hvar er laust. Þannig að bara að gera ef þið þekkið einhvern sem á lítið barn eða ef þið sjálfur eru með barn að kíkja í Ungbarnasund Erlu, þið skoðið aldrei eftir að sjá eftir þeirri ákvörðun. Ég er búin að kenna Ungbarnasund í 19 ár sjálf og þetta er það skemmtilegasta sem ég geri. Og svo bara í blálokinn,
eins og allir sagði, like að taka deila. Nei, grín. En mér langar samt að hvetja alla til þess að ít og follow hvar sem þeir að hlusta, hvort sem þeir á Spotify eða Apple eða annar staðar, af því að það hjálpar hlaðvarpinu að stækka. Fyrir utan það að þá fær þú alltaf tilkynningu þegar nýr þáttur dettur í loftið og missir aldrei af neinu. Og svo ég með Facebook-hóp sem heitir með lífið í lúkunum hlaðvarp. Ég með Instagram, Heilsuerla, og mér þykir alveg rosalega gaman að heyra frá hlustundum ef það eitthvað sem þið viljið koma á framfæri til mín. Það segi ég bara takk fyrir í dag, þangað til næst.